þá vorum við bara klárt. Góðan dag og gleðilegt ár. Þá boðað til fyrsta fundar bæjarstjórnar Árborgar á þessu nýbyrjaða ári 2023 sem að jafnframt 12. bæjarstjórnarfundur Árborgar kjörtímabilið 2022-2026. Haldinn miðvikudaginn 18. janúar 2023 hér í Grænumörk 5 á Selfossi. Fyrst vil ég spyrja kjörna fulltrúa hvort að einhver hafi athugasemd við fundarboðið sem slíkt. Ef svo ekki, þá förum við yfir mætingu. Þess að hér stendur Kjartan Björnsson, forseti bæjarstjórnar, Bragi Bjarnason, bæjarfulltrúi D-lista, Þórhildur Dröfn Ingvarsdóttir, varabæjarfulltrúi D-lista, Sveinn Ægir Birgisson, bæjarfulltrúi D-lista, Brynhildur Jónsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, Helga Lind Pálsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista, Arna Ýr Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista, Björgvin G. Sigurðsson, varabæjarfulltrúi S-lista, Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi B-lista, Ellý Tómasdóttir, bæjarfulltrúi B-lista, Álfheiður Eymarsdóttir, bæjarfulltrúi A-lista. Og það eru starfsmenn hér á fundinum, það er Helga María Pálsdóttir, bæjarritari og Sigríður Vilhjálmsdóttir, lögfræðingur sveitarfélagsins. Og ég vil upplýsa í byrjun fundarins að Helga María Pálsdóttir, bæjarritari, hún situr hér fundin sem staðgengill bæjarstjóra í fjarveru Fjólu Steindóru Kristinsdóttur. Þá höldum við og göngum til dagskrár fundarins sem viðamikil að þessu sinni. Það er fyrsta mál á dagskrá, það er deiliskipulagsbreyting Larsensstræti. Tillaga frá 14. fundi skipulags- og byggingarnefndar frá 10. janúar, liður 6, deiliskipulagsbreyting við Larsensstræti. Lagði fram tillaga að breyting á gildandi deiliskipulagi verslunar og þjónustulóða í Larsensstræti. Tillaga gerði ráð fyrir að lóðir nr. 4, 6, 8, 10, 12 og 14 yrðu sameinaðar í eina lóð og að nýtingarhlutfall sameinaðrar lóðar yrði 0,33. Aðkoma að lóðunum yrði sem fyrr frá Larsensstræti en einnig yrði gert ráð fyrir aðgangsstýrðri aðkomu að sameinaðri lóð frá Gaulverjabæjarvegi. Sú tenging er einungis hugsuð fyrir þungaflutning og stórar flutningabifreiðar og ekki ætluð almennri umferð. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkti tillöguna og leggur til við bæjarstjórn Árborgar að tillagan verði samþykkt til auglýsingar í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Þá opna ég fyrir mælendaskrá og fyrst beðið orðið Bragi Bjarnason D-lista. Forseti bæjarfulltrúar og aðrir tilnefnendur, svona aðeins til að upplýsa tilurð þessa máls á dagskrá okkur núna. Þetta mál var samþykkt í rauninni síðastliðið vor, fór í gegnum allt skipulagsferlið og var samþykkt í bæjarstjórn. Síðan urðu þau leiðir mistök að það láðist að senda niðurstöðuna í auglýsingu. Og það uppgötvaðist ekki fyrir núna bara á vetrardögum í rauninni og þá var langur tími liðinn að við tökum málið aftur fyrir í gegnum kerfið. Þannig að það er ástæðan fyrir því og þetta er sem búið að fara í gegnum skipulags- og byggingarnefnd og leggjum til að það verði samþykkt í bæjarstjórn og síðan verði klárað að auglýsa það alla leið að loknum auglýsingatíma. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Bragi, eru fleiri sem vilja tjá sig? Ef svo er ekki, þá göngum við til atkvæða og atkvæðagreiðslan snýst það að samþykkja við, það var hérna orðalagið, sem hafa þetta alveg á 10. Það var þetta hérna þetta. Orðalagið var svona að skipulags- og byggingarnefnd samþykkir tillöguna og leggur til við bæjarstjórn Árborgar að hún yrði samþykkt til auglýsingar í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og þeir sem eru þessu sammála vinstrast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Nú þá er það annar liðurinn á dagskrá, reglur daggæslu barna í heimahúsum. Þórhildur Dröfn Ingvarsdóttir, varabæjarfulltrúi D-lista þarf að víkja af fundi og meðan að sú umræða fer fram. Það er tillaga frá 7. fundi félagsmálanefndar frá 20. desember, liður 1, reglur daggæslu barna í heimahúsum, endurskoðun á reglum daggæslu barna í heimahúsum.
Félagsmálanefnd þakkaði starfsmönnum fyrir vel unnin minnisblað og greinargóðar upplýsingar vegna breytinga á reglum daggæslu barna í heimahúsum. Félagsmálanefnd lagði til við bæjarstjórn að samþykkja endurskoðun á reglum daggæslu barna í heimahúsum fyrir utan síðustu málsgrein 10. greina. Félagsmálanefnd óskaði eftir að starfsmenn útfæri niðurgreiðslu vegna systkina hjá dagforeldrum í næstu endurskoðun á reglum daggæslu barna í heimahúsum. Þá opna ég fyrir frjálst orð og hér hefur Helga Lind Pálsdóttir félagsskapið orðið. Opna ég fyrir mælendasmál. Það sé alltaf að orðið er frjálst. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Takk fyrir þetta, Kjartan. Það er bara rétt að fylgja sér eftir og útskýra fyrir ykkur í stuttu máli breytingar sem við erum að gera. Í raun og veru að vera að færa leyfisveitingar daggæslu barna til Gæða- og eftirlitsstofnunar sem mun það vera leyfisveitandi í framtíðinni og sem sér að gefa út leyfin og það svipta leyfi ef að þess þyrfti að halda. Áfram fer ennþá með innra eftirlit, þannig að við erum ennþá að fylgjast með að dagforeldrar í sveitarfélaginu sé að standa við það sem að þeim ber að standa við og sjáum niðurgreiðslur og annað. Við erum ekki að gera aðrar efnislega breytingar á þessum reglum fyrir en reglugerð daggæslu barna í heimahúsum liggur fyrir sem í vinnslu hjá ráðuneytinu ef ég skil það rétt, held ég ráðuneytinu. Þannig að við við erum að bíða eftir frekari reglugerð til að gera frekari breytingar á þessum reglum og þetta. Þakka þér fyrir, Helga Lind. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Arna Ýr Gunnarsdóttir. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og áheyrendur. Já, þetta eru svona töluverðar breytingar á fyrirkomulagi varðandi eftirlit og leyfisveitingar með starfsemi dagforeldra. Það er algjörlega nýtt að leyfisveitingarnar séu færðar frá sveitarfélögunum þar sem það hafa verið alla tíð meira minna alla tíð sennilega. En þetta er auðvitað bara alveg nýtt og ég á ekki vona á að þetta sé bara af stað einhverju ráði. En það væri ágætt að fá upplýsingar að þið þekkið það, hvort að þetta sé einhverju leyti byrja og hvernig þá. Ég er mjög áhugavert hvernig ráðuneytið eða Gæða- og eftirlitsstofnun sé fyrir sér að þetta muni ganga upp. Ég hef ótrúlega áhyggjur að þetta verði mjög tregt kerfi og það geti myndast biðlistar og að biðtíminn eftir leyfum geti orðið dálítið löng. En ég væri svolítið forvitin að vita ef einhver inni hefur heyrt eitthvað svona hvernig þetta hefur gengið eða hvort þetta er að einhverju leyti fara af stað og hvort ég meina eins og þetta með eitthvað ráða sé fyrir mig að það var ráða það fólk ekki starfa hjá Gæða- og eftirlitsstofnun við þetta. Af því það hafa bara verið mjög fáir starfandi starfsmenn. Þannig að þetta verður bara áhugavert að sjá hvernig þetta þróast og hvernig þetta muni ganga. Ég svo sem fagna þessu er alltaf þetta er auðvitað hugsa til þess að bæta gæði og bæta fagmennsku í dagforeldra-kerfinu en þetta verður alltaf mjög áhugavert að fylgjast með hvernig þessu vindur fram og hvort að þetta muni verða skilvirkt og hefur verið hjá sveitum. Takk. Já, þakka þér fyrir. Arna, eru fleiri sem vilja tjá sig? Og svo ekki, þá göngum við til atkvæða þessar reglur eða breytingar sem hér eru lagðar til. Þeir sem eru því samþykk vinsamlegast gefi merki. Samþykkt samhljóða.
Og þá er það þriðja mál á dagskrá, reglur leikskólaþjónustu. Hér er tillaga frá 7. fundi fræðslunefndar frá 21. desember, liður 1, reglur leikskólaþjónustu, og inn á fundi kemur aftur Þórhildur Dröfn Ingvadóttir, varabæjarfulltrúi D-lista. En þetta var samþykkt með 10 atkvæðum í ofan, það sé nú. Breytingin á reglum sem snýr að opnunartíma og lokunum leikskóla tekur mið af forsendum í fjárhagsáætlun 2023 sem var samþykkt á 10. fundi bæjarstjórnar Árborgar 14. desember 2022. Frá og með 1. febrúar 2023 verður almennur opnunartími leikskóla frá klukkan 7:45 til 16:15. Þá verða leikskólar sveitarfélagsins lokaðir vegna sumarleyfis í samtals 24 virka daga í júlí og ágúst ár hvert. Sviðsstjóra var falið að svara leikskólastjóra Strandheima vegna tillögu hennar að breytingu á reglunum, póstnúmeratillit við innritun í leikskóla. Á fundi fræðslunefndar var eftirfarandi bókað. Markmiðin sem stefnt er að með erindinu eru mikilvæg og gagnleg. Hins vegar verður að líta til 11. greinar stjórnsýslulaga og jafnræðisreglunar sem kveður á að stjórnvöld skulu gæta samræmis og jafnræðis í lagalegu tilliti. Af því leiðir að okkur ber almennt að láta samræmda reglur gilda leikskólann í Árborg. Eins og málin standa nú stendur ekki til að taka upp kerfi leikskólahverfa eða svæða í Árborg. Enda myndir slík svæðaskipting hafi í för með sér ákveðna ókosti. Lagt er til við bæjarstjórn að samþykkja reglurnar af hendi fræðslunefndar. Ég opna fyrir mælendaskrá. Brynhildur Jónsdóttir, D-lista, biður orðið. Já, forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Það er nú bara að fylgja þetta. Við erum í rauninni að fara að varðandi reglur leikskólaþjónustu. Þetta eru þessu helstu breytingar. Þetta er, þú tekur mið af forsendum fjárhagsáætlunar 2023 að opnunartími leikskóla hann breytist frá 7:45 til 16:15 en það var til 16:30 og einnig að sumarleyfi voru, það var 20 virkidagar í júlí og ágúst ár hvert en verður 24. Þetta eru þessar helstu breytingar. Takk fyrir. Já, takk fyrir Brynhildur. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Álfheiður Einarsdóttir álista við orðið. Forseti, bæjarfulltrúar, herru íbúar, þeir sem eru að fylgjast með. Ég kem hérna undir lið 3 á dagskránni, reglur leikskólaþjónustu. En í fjárhagsáætlunarvinnu fyrir árið 2023 þá var ákveðið bæði að stytta vistunartíma 15 mínútur en ennfremur hækka verðskrá. Þannig að það er í raun og veru belti og raskabönd. Það er bæði verið að minnka þjónustu en jafnframt hækka verðið á henni. Og síðan er sumarleyfi, það er verið að auka það 4 daga í júlí og ágúst. Ég hef alltaf verið talsmaður þess að þetta þurfa að vera sveigjanleg. Ég held að þetta komi verð niður á þeim sem síst skyldi. Það er að segja fólk sem er fast í launavinnu, það er ekki að ráða sumarleyfinu sínu sjálf, það er ekki að fara korteri til, er ekki sveigjanlegri vinnu og barn og fjölskyldur. Og ég tala þá ekki barn og fjölskyldur sem eru með fyrirvinnu sem er á lágmarkslaunum. Þannig að þetta slægir mig illa, þessi lausn. Ég veit að það er að mörgu öðru að taka til þess að spara bæði í útgjöldum og til þess að ná fram aukinni tekjum. Takk. Takk fyrir Álfheiður. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Arna Ýr Gunnarsdóttir. Forseti. Já, við erum hérna að fjalla nýjar reglur leikskóla í sveitarfélaginu Árborg og sem að taka gildi núna 1. febrúar. Væntanlega, þegar verður samþykktar hér svo eftir.
mér langar bara fyrst aðeins að koma með smá ábendingu. Það er þarna, það mætti að laga eins orðalag þarna, svolítið getur miskilist þarna í kaflanum opnunartíma skipulagsstaðar og lokanir leikskóla. Það sem verið að tala að fólk geti óskað eftir sveigjanlegri vistun. Svo stendur að sveigjanleikinn getur verið hluta úr degi eða fleiri dögum í viku en alltaf föstudagar. Þetta er ekki góð setning. Það þarf að laga þetta. Þetta þarf að vera einhvern veginn þannig að sveigjanleikinn getur verið hluta úr degi eða dögum. En það er svo sem ekki stóra málið. Hér er þetta verið að gera mikla breytingar á þjónustu leikskóla með þessari skerðingu og opnunartíma. Það er verið sem sagt að stytta opnunartíma leikskólanum 15 mínútur hverju degi, þegar að segja við loka í stað 16:30 þá lokaði nú 16:15 sem var eina fjölmörgum sparnaðarleiðum sem að ákveðið var að fara í. Samþykkt það voru hér fjárhagsáætlun í desember. Það er auðvitað margþætt áhrifin af þessu. Að mörgu leyti þá er ég samþykkt því að stytta vinnudag barna. Vinnudag barna á Íslandi er of langur. En auðvitað er það þannig að þetta er erfitt fyrir marga. Þetta er erfitt fyrir mörg heimili. Þetta er erfitt fyrir þau heimili þar sem að vinnudagur er langur eins og hjá fólki sem vinnur í þjónustu, vinnur í verslunum, þar sem það er bara opið til 6 í sumum verslunum og það er opið til 5 og þetta er mjög flókið fyrir þau heimili og það þýðir flókin tilvera fyrir börnin að það þarf þá einhver að koma og sækja og það þarf einhver að pakka viðbótar tíman og það er svona kallar á meira rót og meira óöryggi fyrir þessi litlu börn. En ég ætla líka að taka undir með Álfheiði og við bókuðum það hérna í tengslum við afgreiðslu fjárhagsáætlunar. Þá bókuðum við það hérna fulltrúar Samfylkingarinnar í bæjarstjórn að það væri ekki sanngjarnt að stytta opnunartímann samhliða því að hækka leikskólagjöldin 9%. Og ég hefði viljað sjá að við hefðum ekki hækkað leikskólagjöldin. Og við bókuðum það og það er mín skoðun að með þessari þjónustuskerðingu þá hefðum við ekki átt að hækka leikskólagjöldin. Það er hægt að sjá það bókun í fundargerð bæjarstjórnar frá desember. En eins og ég segi þá er þetta að mörgu leyti kannski gott fyrir börnin og þar sem að vinnudagur þeirra og fjarvera frá heimilum er oft langur, en þetta er að sama skapi flókið fyrir tekjulágar fjölskyldur, fyrir einstæða foreldra og fyrir þá sem hafa ekki félagslegt net, þá sem hafa ekki ömmu og afa og frænkur frændur til að redda sér og bakka sig upp. Þannig að við þurfum að vera vel á verði varðandi það og þurfum að grípa inn í ef áfram að halda varðandi þessa hópa og það kemur náttúrulega bara í ljós ef þetta verður flókið fyrir stórmhóp. En eins og ég segi, ég er ekki sátt við það að fara í 9% hækkun á gjöldum og samhliða því að minnka þjónustuna. Takk. Þetta hefur verið þarna, hefur fleiri sem vilja tjá sig um þetta mál. Og ef svo er ekki þá göngum við til atkvæða þriðja mál hér á dagskrá, reglur leikskólaþjónustu. Þeir sem eru henni samþykki viðsælast gefið merki. Þeir sem eru því andvígir. Það er samþykkt með 6 atkvæðum B-lista og fulltrúar A-lista, S-lista og B-lista sitja hjá. 5 samtals. Þá ætla ég að fá hana Brynhildi til þess að taka við hér að forseta í eitt augnablik.
og setja þar aðeins að víkja fundi í augnablik og við hefum að taka við. Já. Nei, þá erum við komin að fjórða lið. Það eru samþykkt fráveitu og Benni Bjarnason, formaður bæjarráðs og fylgja því hlæðum. Forseti bæjarfulltrúar og aðrir tilnefnendur. Þetta seinni umræða samþykkt fráveitur sveitarfélaganna Árborg. Ég vil í upphafi eftir góðar ábendingar og nánari skoðun, þá vil ég koma með breytingartillögu inn í staðarna fyrir í 3. grein, þar sem við erum að tala fráveitur og hreinsivirki. Ég kann ekki gera fyrir að lesa hann alla upp, eða þess að sveitarfélag Árborg starfa ekki, við skulum hafa þetta á hreinu og við skulum lesa hann upp. Sveitarfélag Árborg starfa ekki fráveitu, sveitarsjóður kostar rekstur hennar og framkvæmd við hana. Sveitarstjórn ákveður framkvæmd við fráveitu og veitir árlega fé í fjárhagsáætlun til reksturs og framkvæmda við hana. Mannvirki og umhverfissvið sveitarfélags fer með umsjón, framkvæmdir og rekstur fráveitu sveitarfélags í umboði sveitarstjórnar. Sveitarfélag Árborg ber ábyrgð á uppbyggingu fráveitna í sveitarfélagi í samræmi við 1. málsgrein 4. laga 2009 uppbyggingu og rekstur fráveitna. Sveitarfélag Árborg getur tekið að sér fráveitur á öðrum svæðum í sveitarfélagi. Sveitarstjórn eða félag í eigu sveitarfélagana er heimilt að gera þjónustusamninga á einkaaðila rekstur fráveitu sveitarfélags að hluta til eða öllu leyti. Og síðasta málsgrein. Sveitarstjórn er heimilt að fela stofnun eða félagi sem að meiri hluta er í eigu sveitarfélaga skyldur sínar og réttindar hvað varðar uppbyggingu, rekstur og eignarhald fráveitna samkvæmt 6. grein laga 2009 uppbyggingu og rekstur fráveitna. Breytingartillagan er sem sú að fella út síðustu setninguna í 2. málsgrein, sem sveitarstjórn eða félagi í eigu sveitarfélaga er heimilt að gera þjónustusamninga og síðustu málsgrein þar sem sveitarfélag er heimilt að fela stofnun eða félagi í meiri hluta eigu skyldur sínar. Fella þær út því að í rauninni þegar til þess kæmi að bæri ykkur svona samninga þá er þetta alltaf sér ákvörðun hjá bæjarstjórn. Þarf því kannski ekki að vera inn í samþykktum til þess að veita einhverja óljósar heimildir. Þetta er alltaf sér ákvörðun hjá bæjarstjórn hverju sinni. Þannig að ég legg til að þessi lið falli út úr 3. grein en að öðru leyti þarna er hún lögð til seinni umræðu. Skrá, þetta Arnar Freyr Ólafsson, bæjarfulltrúi í Sveit. Já, virðulegur forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Það var svona svolítið, þetta hefur verið að brjótast í mér undanfarið að mér finnst vera svona svolítið breyting almennt á fráveitu, veitu og öllum þessum þjónustu þáttum sem að snúa að borgurunum og er veitt af bæjarfélögunum og hinu opinbera. Og ég í rauninni hóf máls á þessu við meirihlutann að mér fyndist í rauninni þessi 3. grein ótæk og hún er svolítið bútasaumur. Þarna er orðalag sem er augljóslega eldgamalt. Það er sko í annarri línu segir sveitarstjórn ákveður framkvæmdir. Erum við að tala bæjarstjórn Árborgar eða erum við að tala sveitarstjórn? Þetta er orðið svo mikill bútasaumur á alls konar hugmyndum. Þarna sko er aðra grúi af viðbótum, sennilega hlutir hafa verið teknir út og ég legg til að í rauninni það mætti endurskoða alla þessa greina. Allavega sveitarstjórn, ég meina við erum að tala bæjarstjórn Árborgar, við erum ekki að tala einhverja sveitarstjórn út í Uppsal út á landi, við erum að tala okkar eigin bæjarstjórn. Og síðan kom að því að sko í rauninni er velta fyrir sér eigum við að fara að hleypa frá okkur þessum hlutum eins og veitum og fráveitum, kalda vatninu. Hvar ætlum við í rauninni að draga línurnar? Og ég get alveg sagt fyrir mitt leyti að ég í rauninni
er mjög tvístígandi yfir því að veita frá okkur þessa grunnþætti þjónustunnar og að það sé í rauninni ekki á höndum fyrirtækja bæjarins sem í eigu bæjarins í meirihluta eða alfarið að stjórna þessum hlutum. Svona máli mínu til stuðnings bara af því að nú þekkjum við öll sko einu sinni var til eitthvað sem heitir sko jarðboranir ríkisins og þá voru borað holur út allt land, það var verið að athuga hvar heita vatnið lægi og svo framvegis, svo var þetta einkavæðing. Einkavæðingin hefur það í för með sér að það kemur fé inn og það er fyrirtækið skráð á markað og business is booming sko. Síðan kemur allt í einu hroðalegur samdráttur. Fyrirtækið er einkavætt, það þarf að standa undir sér, það er ákveðin krafa arðsemi eiginfjár og þeir fara að leita leiða til þess að standa undir þessari kröfu, flytja borana út úr landinu og byrja að bora erlendis og við erum að tala um Filippseyjar og við erum ekkert að tala um Svíþjóð eða Smöla í Svíþjóð sko, eða Noregi. Það er bara farið hinum einn á hnöttin með borana og svo allt í einu er komið aðhald eða við erum ekki með nægt heitt vatn til þess að styðja vöxtinn hjá okkur, þá erum við ekki með bora á landinu. Við stýrum ekki sjálf ferðinni og ég segi jafnframt bara þessi stuðnings frá ykkur áfram. Ætlum við að bara heimila það eins og sagði eða segi ég núna eins og þessi tillaga liggur fyrir sveitarstjórn eða félagi eigur sveitarfélagi heimilt að gera þjónustusamninga við einkaaðila rekstur fráveitu sveitarfélagsins að hluta til eða öllu leyti. Og þarna var ég orðinn mjög ósátt. Þarna bara strax, þarna sló út fyrir mig. Og ég í rauninni niðurstaðan er svo að þetta fellur út og það er bara hið besta mál. Hugsunin af hverju. Það er ekki bara verið að hugsa þetta kjörtímabil, heldur líka aðeins til lengri tíma á þessum pólitísku línu getum við sagt, að við viljum að það verði tekin alvöru, opin, pólitísk umræða. Við erum ekkert að létta fólkið það í framtíðinni, við erum að rauninni þrengja svolítið að heimildunum og ef fólk ætlar að fara í það að einkavæða fráveitum okkar, þá þarf það að fara í gegnum opinbera umræðu það. Og þess vegna finnst mér eðlilegt að þetta sé í rauninni tekið út og þessi þriðja grein kannski endurskrifuð að einhverju aðeins meira leiti heldur bara að taka þetta út. Ég kannski bara hvet meira hlutan til þess að rýna það betur. En að ef við ætlum að fara þessa leið að það verður þá rauninni tekið í fullkominni sátt við bæjarbúa. Þetta er það sem ég vildi sagt hafa þetta mál. Já, takk fyrir þetta. Fleiri sem vilja taka til máls. Ef svo er ekki, þá þurfum við að ganga til atkvæða varðandi þessar breytingartillögu. Já, og þá er það breytingartillagan hljóðar þá þannig að fella út aðra málsgrein í 3. grein og 3. málsgrein í 3. grein. Ég ætla að lesa það hérna upp. Að sveitarstjórn eða félagi í eigu sveitarfélaga er heimilt að gera þjónustusamninga við einkaaðila rekstur fráveitu sveitarfélagsins að hluta til eða öllu leyti. Sveitarstjórn er heimilt að fela stofnun eða félagi sem að meiri hluta er í eigu sveitarfélagsins skyldur sínar og réttindi hvað varðar uppbyggingu, rekstur, eignarhald fráveitna samkvæmt 6. grein laga nr. 9/2009 uppbyggingu og rekstur fráveitu. Einnig leggjum við til að orðið sveitarstjórn falli út og komi í stað bæjarstjórn. Þeir sem eru samþykkir því að fella þetta út gefum eftir. Þá er það 5. liður. Það er breytingar á samþykktum stjórn fundarstjórn sveitarfélagsins kjörtímabili 2002 til
2026 með breytingu. Ok, það er þá þetta hérna. Drög. Það er janúar 2023. Hann er enda kominn hérna. Það var að taka það nú. Við þurfum að ákveða það þriðju. Já, ok, þá fyrir við að... Sem við þurfum með breytingu. Ok, það er stólið, styrkir á sig. Forseti hljópa á sig. Við erum ennþá í fjórða lið. Því við þurfum að samþykkja fráveitina með breytingatillögunni. Þeir sem er bræður. Og þá, þeir sem eru samþykktunum með þessum breytingatillögum, gefið merki. Við fáum það. Jú, samþykktum það. Kjartan Björnsson, forseti, tekur ekki við fundinum. Takk fyrir Brynhildur. Þá höldum við áfram með dagskrá fundarins og það er komið að 5. lið á dagskrárfundi bæjarstjórnar og það er hér breytingar á samþykktum stjórn og fundarsköp sveitarfélagsins Árborgar kjörtímabili 2022 til 2026. Síðar umræða. Eftirfarandi breytingar eru lagðar til á samþykktum stjórn sveitarfélagsins Árborgar. Til viðbótar þeim breytingum sem fjallað var upphaflega á fundi bæjarstjórnar þann 14. desember síðastliðinn. Aðrir liðir sem komið til breytinga í fyrri umræðu málið þann 14. desember haldast óbreyttir. Í 47. grein verður fyrirsögnin kosning eða skipun í fastanefndir. Undir lið B í 47. grein breytast ákvæði þannig í 1. lið að félagsmálanefnd heitir nú velferðarnefnd. Annar liður fellur ekki út en heitið breytist, það er frístunda- og menningarnefnd verður menningarnefnd. Í 3. lið verður fræðslunefnd að fræðslu- og frístundanefnd. Í 4. lið verður skipulags- og byggingarnefnd að skipulagsnefnd. Aðrir liðir 47. greinar haldast óbreyttir frá núverandi samþykkt og stjórn og fundarsköp bæjarstjórnar Árborgar. Núverandi 52. grein verður að A-lið 52. greinar og við bætum B-liður í ákvæðið sem vísar í viðauka 1 fullnaðarafgreiðslu starfsfólk barnaverndarþjónustu. Innihald viðaukans er það sama og í samþykkt fullnaðarafgreiðslu starfsfólks barnaverndarþjónustu Árborgar sem samþykkt var á fundi bæjarstjórnar þann 14. desember síðastliðinn. Þannig hljóðar hið heila orð og ég opna fyrir umræður. Einhverju sem vilja tjá sig hér? Ef svo er ekki, þá göngum við til atkvæða þessar breytingar hér í síðari umræðunni breytingar á samþykktur stjórn og fundarsköp sveitarfélagsins Árborgar kjörtímabili 2022-2026. Þessum breytingum samþykkt vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það 7. liðurinn á dagskrá, kosning í embætti og nefndir 2022 til 2026. Kosning í nýjar fastanefndir. Jú, það er hárrétt, það var það sem ég ætlaði að munna hér. Það er ennþá hérna 5. liðurinn að þá þurfum við að samþykkja samþykktirnar stjórn og fundarsköp sveitarfélagsins í heild sinni eftir þessar áorðnu breytingar og þeim samþykk vinsamlegast gefið merki. Þannig ætlaði ég nú að hafa þetta, fyrst afsökunar á því, það er samþykkt samhljóða. 7. liðurinn, kosning í embætti og nefndir 2022-2026. Kosning í fastanefndir, það er 1 velferðarnefnd, 5 fulltrúar og 5 til vara. Fræðslu- og frístundanefnd, 5 fulltrúar og 5 til vara. 3 menningarnefnd, 5 fulltrúar og 5 til vara. 4 skipulagsnefnd, 5 fulltrúar og 5 til vara. Þannig að það er fyrst velferðarnefnd, 5 fulltrúar og 5 til vara. Þar verða aðalmenn Helga Lind Pálsdóttir formaður, Anna Linda Sigurðardóttir, Margrét Anna Guðmundsdóttir, Ellý Tómasdóttir og Dagbjörg Harðardóttir
og varamenn Helga Þóri Rúnarsdóttir, Ragna Berg Gunnarsdóttir, Ari Björn Thorstensen, Díana Lind Sigurjónsdóttir og Líselott Símoen. Áheyrnarfulltrúi Svala Nordal og varaáheyrnarfulltrúi Drífa Björk Ólafsdóttir. Samþykkja bæjarfulltrúa það, ég taki þetta allt saman fyrir í heild sinni eða vil ég afgreiða hvert fyrir sig. All right, nei, ekki all right. Afsakið. 2. Fræðslu- og frístundanefnd 5 fulltrúar og 5 til vara. Aðalmenn Brynhildur Jónsdóttir formaður, Þórhildur Dröfn Ingvadóttir, Gísli Rúnar Gíslason, Díana Lind Sigurjónsdóttir, María Skúladóttir. Varamenn Ragna Berg Gunnarsdóttir, Yngvi Már Guðnason, Anna Linda Sigurðardóttir, Ellý Tómasdóttir og Elísabet Davíðsdóttir. Örlítil breyting frá útsendum gögnum hér síðan áheyrnarfulltrúi Ástrós Rut Sigurðardóttir í stað Gunnars og varaáheyrnarfulltrúi Berglind Björgvinsdóttir. 3. Menningarnefnd 5 fulltrúar og 5 til vara. Kjartan Björnsson formaður, María Markó, Olga Bjarnadóttir, Gísli Guðjónsson og Ástfríður M. Sigurðardóttir. Varamenn Viðar Arason, Ester Ýr Óskarsdóttir, Gísli Rúnar Gíslason, Matthías Bjarnason, Herdís Sif Ásmundsdóttir. Og þar kæmi þá inn breyting frá áður útsendum gögnum, áheyrnarfulltrúi yrði Gunnar Eysteinn Sigurbjörnsson í stað Ástrússon sem var getið hér í gögnunum og varaáheyrnarfulltrúi Ragnheiður Pálsdóttir. 4. Skipulagsnefnd 5 fulltrúar og 5 til vara. Aðalmenn Bragi Bjarnason formaður, Ari Björn Thorstensen, Rebekka Guðmundsdóttir, Björgvin Guðni Sigurðsson, Axel Sigurðsson. Varamenn Óskar Örn Vilbergsson, Magnús Gíslason, Helga Lind Pálsdóttir, Viktor S. Pálsson, Álfheiður Eimarsdóttir. Áheyrnarfulltrúi Matthías Bjarnason og varaáheyrnarfulltrúi Guðrún Rakel Svandísardóttir. Svona eru tillögurnar fólki í þessar nefndir eftir þær breytingar sem lagðar hafa verið til hér og verið samþykktar í samþykktum sveitarfélagsins. Það eru því breytingar hér á 4 nefndum en ekki svo víkja miklar breytingar á nöfnum þannig að það er svona nokkurn veginn sama fólki sem situr í þessu áfram en það er nafnabreytingar sem þarna hafa komið til. Einhverjir sem vilja tjá sig þessar breytingar? Ef svo ekki, þá göngum við til atkvæða og þeir sem eru þessu fólki samþykki í þessar 4 nefndir sem ég hér að framan nefndi, vinsælast gefur merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það 7. liður á dagskrá fundarins kosning í embætti og nefndir 2022 til 2026. Það er aðalfundur SARS og Heilbrigðiseftirlits Suðurlands, 14. fulltrúi og 1 til vara. 14. fulltrúi og 1 til vara, aðalfundur Bergrisans byggðasamlags, 14. fulltrúi og 1 til vara. Líklegast kemur þetta nú til af íbúafjölgun, ef við skjáttast ekki. Og hér er lagt til að Ari Björn Thorstensen verði því aðalmaður á báðum þessum stöðum og að Viðar Arason og Olga Bjarnadóttir verði varamenn. Einhverju sem vilja tjá sig þessa tillögu? Arna Ýr Gunnarsdóttir, S-lista. Forseti, ég ætla ekki að tjá mér eitt sérstaklega hver var kosinn 14. fulltrúinn, en var að tjá mig aðeins að mér finnst þetta bara orðið alveg gegndarlaust, þessi fulltrúafundi. Og ég legg til að við leggjum til einhverja breytingar á samþykktum eða lögum eða SARS og heilbrigðisnefnd. Þetta er ekki hægt, 14 fulltrúar. Þetta hefur engan tilgang. Það á bara að vera fjöldi bæjarfulltrúa, það er bara nóg. Og það er bara kappnóg. Og það er náttúrulega, og það er bara heilmikið kostnaður í kringum þetta. Þeir eru að vera að fara á SARS-þing og það er bara að borga öll þessu fólki og gistingu og alls konar. Og þetta er bara þarf ekki. Það er nú ekki eins og við séum að berjast þarna milljarðana, Það er kannski í Bergrissanum og þó að tala 2 milljarðar þar. En það er yfirleitt aldrei kostnaður því þar situr nú fólk ekki meira en 2 tíma og fær alveg nóg. En þetta er alveg yfirgengilegt, að mínu viti.
Þannig ég held að við ættum að leggjast yfir samþykktirnar eða hvað nú í tíma fyrir næstu þing og skoða hvort það ekki hægt að hafa þetta innan svona aðeins skynsamlegri marka. Takk fyrir Arnar. Þetta náttúrulega vert að taka þetta upp á vettvangi þessara stofnana, myndi ég halda, bæði hjá SAS og heilbrigðiseftirlitinu og eins og Bergvinsanum. En eru fleiri sem vilja tjá sig þetta? Ef svo ekki, þá göngum við til atkvæða og þeir sem eru þessum breytingum sem ég hér áður nefndi, samþykkt sem við gefum ekki. Það samþykkt samhljóða. Þá það 7. liðurinn, 8. liðurinn á dagskránni, framkvæmdaleyfis umsókn, rannsóknar borholur við Ingólfsfjall. Tillaga frá 15. fundi skipulags- og byggingarnefndar frá 16. janúar, liður 1, framkvæmdaleyfis umsókn, rannsóknar borholur við Ingólfsfjall. Og það hér Vilhjálmur Kristjánsson fyrir hans Selfossveitna sem óskar eftir framkvæmdaleyfi fyrir borun og 3 tilraunaborholum eftir neysluvatni samkvæmt meðfylgjandi gögnum. Að ræða holur merktar 1, 2 og 3 á mynd 2 úr greinargerð ISOR 22041 dagsett 14.9.2022. Staðsetning hola við rætur Ingólfsfjalls norðan Biskupstungnabrautar. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkti umsókn framkvæmdaleyfi og leggur til við bæjarstjórn Árborgar að umsóknin verði samþykkt og að skipulagsfulltrúa yrði falið að gefa út framkvæmdaleyfi í samræmi við reglugerð framkvæmdaleyfi nr. 772/2012. Þeir sem vilja tjá sig þetta vinsamlegast gefi merki. Ef svo ekki, þá göngum við til atkvæða. Þeir sem eru þessari framkvæmdaleyfis umsókn samþykkt vinsamlegast gefi merki. Það samþykkt samhljóða. Þá það 9. liðurinn á dagskránni, deiliskipulag Heiðarbrún 6, tillaga frá 15. fundi skipulags- og byggingarnefndar frá 16. janúar, liður 2, deiliskipulag Heiðarbrún 6. Lögðu fram tillaga deiliskipulagi að lokinni auglýsingu. Deiliskipulagstillagan gerir ráð fyrir að lóðin Heiðarbrún 6 á Stokkseyri, sem 853 fermetrar að stærð, verði parhúsalóð 6 og 6B og heimilt verði að byggja parhús. Húsið verði á einni hæð með risi. Hámarks vegghæð allt að 3 metrar og mænishæð allt að 5 metrar. Nýtingarhlutfall allt að 0,2. Bæjarstjórn Árborgar samþykkti tillöguna til auglýsingar 23. nóvember 2022 í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Tillagan var auglýst frá 30.11.2022 með athugasemdafresti til 11. janúar á þessu ári og var birt í fréttablaðinu, dagskráni og lögbirtingablaðinu, auk þess að vera aðgengileg á vef heimasíðu Árborgar. Borist hefur ein athugasemd frá eigendum húseignarinnar Heiðarbrún 8. Mótmælist nú að því að gert sé ráð fyrir parhús á lóðinni í stað einbýlishús. Skipulags- og byggingarnefnd telur að parhús af þessari stærð á lóð munu sóma sér mjög vel og falli vel að nærliggjandi húsum og enn fremur skapi fjölbreytileika í byggðaformi. Gerð hefur verið skuggavarpsgreining sem sýnir að eigendur húss við Heiðarbrún 8 verða fyrir óverulegri skerðingu vegna skuggavarps. Skipulagsnefnd samþykkti deiliskipulagstillöguna og mælist til þess við bæjarstjórn Árborgar að hún samþykki tillöguna og feli þar með skipulagsfulltrúa að auglýsa niðurstöðu bæjarstjórnar og senda skipulagsstofnun tillöguna til afgreiðslu samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Ég opna fyrir mælendaskrá fyrir þá sem vilja tjá sig þessa tillögu skipulags- og byggingarnefndar. Einhverju eru að tjá sig, Bragi Bjarnason, D-lista. Forseti bæjarfulltrúa tilnefndur. Já, svona þetta fylgja þess eftir, þá þetta mál sem skipulags- og byggingarnefnd hafði samþykkt áður og komið þetta inn, en þar var í rauninni því miður röng gögn sem komið frá hönnuði varðandi Skuggá, þannig að málið var endur upptekið og þar alveg að komið þetta aftur inn með réttum gögnum og legg til fyrir skipulags- og þetta verður samþykkt. Takk fyrir, Bragi. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Og ef svo ekki, þá göngum við til atkvæða þennan 9. lið á dagskránni sem eru
Breytingar á deiliskipulagi við Heiðarbrún 6 á Stokkseyri. Þeir sem eru því samþykk vinsamlegast gefið merki. Það eru 10, einhver á móti. Ekki, þá þetta samþykkt með 6 atkvæðum D-lista, 2 atkvæðum S-lista, 1 atkvæði A-lista og 1 atkvæði B-lista og 1 fulltrúi B-lista situr hjá. Þá það 10. liðurinn á dagskrá fundarins. Miðbær Selfoss, breyting á aðalskipulagi Árborgar 2010 til 2030. Tillaga frá 15. fundi skipulags- og byggingarnefndar frá 16. janúar liður 3, Miðbær Selfoss, breyting á aðalskipulagi Árborgar 2010 til 2030. Lögð fram óveruleg breyting á gildandi aðalskipulagi Árborgar 2020 til 2036. Breytingin felur í sér að íbúðabyggð IB23 íbúðasvæði minnkuð og M1 miðsvæði stækkað samsvarandi. Hluti lóðarinnar Kirkjuvegur 13 verður miðsvæði í stað íbúðabyggðar. Breytingin rýmkar fyrir nýju húsi austan við Kirkjuveg 13. Afmörkun svæða breytt á uppdrætti. Í greinargerð aðalskipulags breytist stærð svæðanna þannig að IB23 var 4,7 hektarar en verður eftir breytingu 4,6 hektarar. M1 hugtökin voru skýrð hér að framan, miðsvæði var 6,8 hektarar en verður eftir stækkun 6,9 hektarar. Samhliða auglýsingu og aðalskipulagsbreytingu stefnt að auglýsingu breytingartillögu á gildandi deiliskipulagi Miðbæ Selfoss. Skipulags- og byggingarnefnd taldi að umrædd breyting væri óveruleg enda mjög litla tilfærslu á afmörkun svæða að ræða. Nefndin samþykkti tillöguna sem óveruleg breyting á gildandi aðalskipulagi Árborgar 2020 til 2036 og mælist til þess við bæjarstjórn Árborgar að þeir samþykki tillögur í samræmi við 2. málsgrein 37. greinar skipulagslaga nr. 123/2010. Skipulagsfulltrúa yrði síðan falið að senda fyrir hönd bæjarstjórnar Árborgar skipulagsbreytinguna á skipulagsstofnun og auglýsa niðurstöðu sveitarstjórnar. Þannig hljóðaði það og ég opna fyrir mælendaskrá fyrir þá sem vilja tjá sig. Björgvin G. Sigurðsson, varabæjarfulltrúi í S-lista, við orðið. Já, fundarstjóri og bæjarfulltrúar og góðir tilheyrendur. Eins og framkom þá metur nefndin það þar sem að ég á sett að þetta sé óveruleg breyting og tel ég svo vera. En ég vildi bara velta því upp. Svona ég fór eftir fundin í nefndina fór ég aðeins að skoða svona fordæmi og það má finna nokkuð mörg dæmi þess að skipulagsstofnun hafi metið breytingar sem að bæjarstjórn taldi verulega í einhverjum skilningi þannig að þurfa að auglýsa hana. Þannig að ég vildi nú bara velta því upp við bæjarstjórn og formann nefndarinnar hvort að það væri ástæða til að auglýsa tillöguna og fá þar með fram mat skipulagsstofnunar á hvort sé að ræða verulega eða óverulega breytingu. Ef hún metur að tillaga sé veruleg þá verður auglýsa hana, annars auðvitað ekki og þetta gengur bara fram eins og upp var lagt með. Við viljum bara velta þessu sjónarmiði upp áður en við afgreiðum tillögu. Takk fyrir þetta, Björgvin. Þá hefur Arnar Freyr Ólafsson B-lista beðið um orðið. Virðulegur forseti, fulltrúar og aðrir tilnefnendur. Ég svona, þegar maður er að skoða deiliskipulagið og fara yfir þennan nýja miðbæ, þá auðvitað margt jákvætt og flott og maður velti fyrir sér kannski kemur með svona beina fyrirspurn til rekstrarsviðs. Að segja hvernig núna þegar við erum að upplifa alveg sérstaklega snjóþungavetur og langan frostakafla. Hvernig að moka snjóin í miðbæ og varðandi tilfærslu á þjónusjálfum, moksturinn, þetta flókið, þetta þröngt og það stendur til náttúrulega að þrengja ennþá meira. Þannig að þetta svona
maður svona spyr sig að svona praktíkinni sko er búið að hugsa fyrir þessum ýtrustu sjónarmiðum og ég svona fekk nú ábendingu innan úr skipulags- og byggingarnefnd og frá okkar áheyrnarfulltrúa að voru smá áhyggjur allavega frá honum að það væri ef til vill aðgengið að grænusvæðinu væri kannski ekki alveg eins og bestur á kosið þegar maður hugsa það út frá sjónarhorni snjóbolta. Þannig að kannski bara væri gott að fá svar við þessu ef það er mögulegt hérna á þessu punkti. Ef ekki að þá kannski bara vísa í síðar. Takk fyrir þetta, Arnar Freyr, og þá er Bragi Bjarnason D-lista beðið orðið. Forseti bæjarfulltrúar og allir tilnefnendur. Já, það er rétt. Ég vissi orð þarna Björgvins að þetta var rætt vel í nefndinni og skipulagsfulltrúi hafi verið í sambandi við skipulagsfulltrúi sko sambærileg mál, þannig að þetta væri í rauninni óveruleg breyting. Þess að það væri bara verið að færa hann örfáa metra þannilega þennan lóðan, þannig að hann teldi það nokkur að þetta væri óveruleg breyting. Þannig að þetta þó að menn hafi séð ýmislegt kannski gegnum árin alltaf þá ætti þetta standa alveg upp. En auðvitað þarna hafa alls konar mál verið rekið tilbaka og þá fara þau í þann farveg en við teljum þetta vera nokkuð öruggt hvað var þessa skipulagsbreyting. Eru fleiri sem vilja hjá sig? Ef svo er ekki að þú vilt forseti upplýsa það að í þessu húsi bjó Guðjón Sigfússon, rammarsmiður og kona hans Fríða. Þau vita nú sennilega ekkert að þessu en við ætlum þá að ganga til atkvæða þessa breytingu á aðalskipulagi Árborgar 2010 til 2030. Þeir sem eru því samþykku eins og að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það 11. liðurinn á dagskrá fundarins, það miðbær Selfoss breyting á deiliskipulagi 2022. Tillaga frá 15. fundi skipulags- og byggingarnefndar frá 16. janúar liður 4. Miðbær Selfoss breyting á deiliskipulagi 2022. Batteríið, arkitektar, leggja fram tillögu að breyting á gildandi deiliskipulagi miðbæjar Selfoss. Í gildi er deiliskipulag fyrir miðbæjarsvæðið sem var samþykkt 8. júlí 2021 og auglýst í B-deild Stjórnartíðinda þann 30.8.2021. Skipulagsreiturinn nær til svæðis sem skilgreind í aðalskipulagi Árborgar 2020. 8208 er eitthvað númer sem hér er nefnt, en það er 2020 til 2036 sem miðsvæði og einnar lóðar. Kirkjuvegs 13 sem skilgreind sem íbúðarsvæði með samhliða breyting á gildandi aðalskipulagi Árborgar 2020 til 2036 verður lóðin Kirkjuvegur 13 minnkuð. Svæðið afmarkast af Eyravegi og Austurvegi til norðurs og aðliggjandi íbúðarlóðum við Tryggvagötu til austurs, Sunnuvegi til suðurs og Kirkjuvegi til vesturs. Skipulagssvæðið er alls 6,6 hektarar að flatarmáli. Stækkunin nemur lóðinni Kirkjuvegur 13 en svæðið var fyrir breytingu 6,8 hektarar. Deiliskipulagsbreyting tekur til vestur og suðurhluta svæðis. Meginbreytingin er að bætt er við syðst á svæði niðurgrafinni göngugötu, nefnd Garðatröð, sem tengist við Kirkjuveg að vestan og austurstíg Sigtúnsgarðs að austan. Sunnan við Garðatröð og austan við austurstíginn á móts við lóðina Sigtúnsfög er bætt við byggingarreitu fyrir lágreist hús að hámarki 2 hæðir og ris. Lóðamörkum lóða. Sunnan miðstrætis er breytt og nýjar lóðir afmarkaðar. Lóðirnar Eyravegur 3 og 5 eru sameinaðar í eina lóð. Ytra umfang byggingarreita ofan jarðar norðan miðstrætis. Með breytingunni er heimilað hámarks uppbyggingamagn aukið á svæðinu, mest í kjöllurum og með nýjum lóðum og byggingarreitum. Skipulagsnefnd samþykkti breyting á deiliskipulagi í samræmi við 1. málsgrein 43. greinar og að tillaga verði auglýst í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og mæltist til við bæjarstjórn Árborgar að hún samþykki tillöguna og feli skipulagsfulltrúa að auglýsa tillöguna í samræmi við 41. grein sömu laga.
Nefndin gerði fyrirvara að komið yrði til móts við umsögn og ábendingu eldvarnareftirlits Árnessýslu dagsett 16. janúar 2023. Skipulags- og byggingarnefnd lagði til að tillagan yrði sett í rafræna íbúakosningu áður en lokaafgreiðslan færi fram að loknum ofangreindum auglýsingatíma. Tillagan yrði auk þess kynnt með áberandi hætti íbúum sveitarfélagsins Árborgar. Lagt til við bæjarstjórn Árborgar að hún samþykki breytingu á deiliskipulagi í samræmi við 1. málsgrein 43. greinar og að tillagan verði auglýst í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og felur skipulagsfulltrúi að auglýsa tillögunni í samræmi við 41. grein sömu laga. Bæjarstjórn gerir fyrirvara að komið verði til móts við umsögn og ábendingu eldvarnareftirlits Árnessýslu dagsett 16. og lagt til að íbúum verði gefið kostur á að koma sjónarmiðum sínum deiliskipulagstillögum á framfæri í ráðgefandi könnun meðal íbúa í gegnum vefinn Betri Árborg. Það sem mætti opna ég fyrir mælendaskrá, Bragi Bjarnason, D-lista. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Já, hér hvað ekki segja, bara alveg risastórt mál fyrir sveitarfélag okkar að ræða sem kemur í framhaldi af þessari aðalskipulagsbreytingu. Náttúrulega þekkjum forsöguna og hvað komið upp á hann og nú komin hérna breytingar til það sem búin að vera í umræðu náttúrulega nokkra mánuði svona inn á milli bæðin í nefnd og í svona á vinnufundu bæjarstjórnar. Búin til samráðshópur sem hefur unnið að svona vinnuferlinu að þessu og vil funda aftur í næstu viku. Því að eins og kom skýrt fram í bókun nefndarinnar, núna er í rauninni verið að setja þessa tillögu til auglýsingar og það mun taka þá 6 vikur sem öllum gefst færi á að koma sinna athugasemdir því að eðlilega í stórum málum innan samfélags okkar þá erum við ekkert sammála og það er álitamál en það er alveg skýrt í rauninni það hefur komið fram hjá öllum, það hefur komið fram inn í samráðshópnum og inn í nefndinni að íbúum yrði alltaf gefið kostur á að koma með ráðgefandi, það er alltaf ráðgefandi íbúakönnun. Það var bara upp á orðalega að gera það sem þú sett að vera að tala ráðgefandi íbúakönnun sem getur þá með svipuðum fyrirvörum og voru settir í síðustu kosningar en sem fylgja sömu línu verði bindandi við ákveðna þátttöku eða bæjarstjórn náttúrulega fylgja þeirri ákvörðun sem kemur þar inn við ákveðna þátttöku og nýta okkur þá það rafrænu möguleika sem eru til í dag. Þannig að áætlanir við eigum eftir að taka það betur í samráðshópnum í næstu viku en svona miðað við tímaramman þá má búast við kannski að slík könning geti verið fram einhvern tímann í væntanlega mánaðamótin apríl, byrjun apríl miðað en svona eftir því hvað tekur langa tíma að vinna úr athugasemdum og síðan að taka samþykki að við séum að fara í könnun sem bara er klárlega það sem við viljum gera. Og auðvitað á þeim tíma er þetta auglýst vel fyrir alla þannig að fólk viti eitthvað. Þannig að maður veit eiginlega bara hvetja fólk til að kynna sér tillöguna vel. Þetta er hagsmunamál fyrir okkur öll. Þetta er athugasemdir þeir sem hafa og síðan er þið unnið úr því. Þetta er gríðarlega spennandi verkefni en skiljanlega mjög stórt þannig að við höfum betur fyrr mismunandi skoðanir það líka. Takk fyrir. Takk fyrir Bragi og þá hafa þrír bauðið sig hljóð og fyrstur bað orðið Arnar Freyr Ólafsson D-lista. Já, virðulegur forseti, bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Þetta mál er að sjálfsögðu risastórt í hugum okkar allra og ber að fara yfir það alveg sérstaklega vandlega. Og það sem að ég sit nú í þessum stýruhóp eða sérfræðihóp sem er að undirbúa starfshóp þakka þér fyrir Arnar. Það sem er að undirbúa þessar framkvæmdir að þá er náttúrulega mjög mikilvægt að við höldum okkur við það verklag sem var viðhaft áður svo að þetta standi nú á sama grunni í rauninni stjórnsýslulega og fyrir ákvarðanir voru í gegn. Þannig að ferillinn verði algjörlega sambærilegur eða svo samt. Það er númer 1 bara mjög mikilvægt og þess vegna er íbúakosningin auðvitað, hún er svona ráðgefandi og við munum þá í rauninni taka það til enda
í rauninni afgreiðslu hérna í bæjarstjórn eins og var gert áður. Þannig að þess vegna er þetta í rauninni stórt mál og flókið. Við vorum auðvitað gerð ekki afturreka en það senkaði talsvert vegna þess að núverandi vinnslu vegna þess að Skipulagsstofnun átti eftir að gefa okkur loka svar varðandi aðskipulagið og það kláraðist núna nýverið og þess vegna er þetta komið bara aftur upp á borð í rauninni leið og aðskipulagið hefur samþykkt. Þetta er náttúrulega flókið og erfitt en engu að síður ágætt að það sé stigið varlega því að. Og þarna þarf þá allstaðar að vanda til verka og við í rauninni þurfum þá líka að beygja okkur undir það að þessi hluti taka tíma. Hins vegar varðandi tíman og það er alveg skýr stefna í rauninni okkar í Framsókn. En það er að reyna að klára þessa aðgerð, það er að segja uppbyggingu miðbæjarins, svo hratt sem að sko mögulegt vegna þess að það er í rauninni ekki hagur okkar og það vill enginn sjá opna holu í beinu framhaldi af miðbænum. Þannig að auðvitað að kallast og tógar þarna á tvö sjónarmið, annars vegar það að reyna að vanda sig og reyna að beygja sig undir þann stjórnsýslulega feril sem okkur ber að fara eftir og svo hins vegar að reyna að flýta framkvæmdir svo eins mikið eins og við getum til þess að allir geti nú notið fallegs miðbæjar hér á Selfossi og í Árborg og það þannig að sómi verður af. Þannig að þetta er þess vegna mjög spennandi verkefni og ég veit að í rauninni öll sveitarfélög og mjög margir landsmenn þeir horfa til okkar og eru að fylgjast með hvernig þessi uppbygging á sér stað og fólki almennt séð óbúrslega jákvæmt fyrir því að sjá hvaða áhrif þetta hefur á sveitarfélög okkar, ásýndina og svo framvegis. Þannig að ég vildi nú svona bara koma þessu að það kallast þarna á tími og vandvirkni og við þurfum að feta þann stíg örugglega. Takk fyrir það Arnar Freyr, þá var Arna Ýr Gunnarsdóttir þess lista næsta mælendaskrá. Forseti, já, við erum hérna að fjalla breytingu á deiliskipulagi fyrir miðbæ Selfoss og bæjarfulltrúarnir Bragi og Arnar hafa þetta er svona haft innganga þessar umræðu. Þekkjum öll söguna og hvernig þetta lítur allt saman út í dag en nú er þá komið að svona stíð 2, það eða öðrum hluta. En það sem kemur mér nokkuð spánskt fyrir sjónir varðandi það að við séum að það sé verið að leggja þetta fram nýtt deiliskipulag. Við fjallum sem sagt, það er þarna þessi tillaga efnis að auglýsa nýtt þessa deiliskipulagsbreytingu. En ég hef ekki séð eða veit til þess að það sé fyrirliggjandi eitthvað viljayfirlýsing eða samningur úthlutun á landi sveitarfélagsins til þess einkaaðila. Þar sem við erum að fjalla deiliskipulag. Er það rétt skil hjá mér að við ætlum að fara að auglýsa deiliskipulag, eða þar að segja einkaaðili ætlar að auglýsa deiliskipulag, en það hefur ekki verið gert samkomulag við hann land í eigu sveitarfélags. Því hefur ekki verið úthlutað og það hefur ekki verið gerð viljayfirlýsingar en eitt slíkt það. Og ég velti fyrir mig hvort að þessi hlutir þurfi ekki að vera á hreinu og við verðum með þetta sem bæjarfulltrúar, þá er okkar skylda að huga jafnræðisreglur stjórnsýslulaga. Við verðum að meðhöndla alla eins sem að erindi berast frá og ég velti upp, ég meina til dæmis að við fengjum erindi frá Jórvíkumönnum deiliskipulag í landi sveitarfélagsins. Þyrfti ekki að liggja fyrir einhvers konar samkomulag úthlutun á því landi áður en deiliskipulag auglýst. Ég velti þessu upp
að mér finnst þetta aðeins sérstakt af því að það er þarna land undir, meira land, heldur en gert var ráð fyrir og því hefur ekki verið útlit. Þannig að ég stend með þessa spurningu. Mér finnst þetta svolítið mikilvægt að þetta sé alveg á hreinu varðandi áður en við auglýsum þetta nýja deiliskipulag. En það hefur ekki verið, þessu landi hefur ekki verið útlit. Það hefur ekki verið auglýst og því hefur ekki verið útlitað tilnefnt. Takk fyrir Arna og það var Álfheiður Eymarsdóttir á lista. Forseti, bæjarfulltrúar, íbúar og þeir sem eru að fylgjast með. Við erum hér að tala um breytingu á deiliskipulagi á miðbæ Selfoss sem er últ lið 10 veruleg breyting, myndi ég segja. Ég tek undir með Örnu í að ef það er ekki á hreinu eða neitt samningur á milli Sigurjóns Þróunarfélags og Sveitarfélagsins lóðirnar, ef það er einhver vafi þar, þá þarf að bara ganga úr skugga það. Bara gera þetta vel. Það sem ég hef kannski áhyggjur af er að rafræn íbúakosning er allt annað fyrirbæri heldur en rafræn íbúakönnun. Þannig að í þessari tillögu er talað um rafræna íbúakosningu. En formaður bæjarráðs talaði hér áðan um rafræna íbúakönnun. Þannig að mér bregður aðeins og sérstaklega af því að ég hafði áhyggjur af upphaflegum miðbæ. Ég er reyndar mjög ánægð með þennan miðbæ og nota hann mikið og mjög hrifin af þessari lágreistu byggð og mjög ánægð í þessari deiliskipulagstillögu að við erum ekki að fara að hækka byggðina. Mér finnst þess að við geta farið kannski með nokkuð bílastæði ofan í jörð en mér skilst að það sé ekki á dagskrá. Ég hafði miklar áhyggjur af þrengslu, að þetta væri bara of þétt byggð eins og það var í upphaflegu deiliskipulagi. Og nú er verið að þétta enn meira. Það er verið að þrengja enn meira af byggingum og fyrir gangandi vegfarendum og hjólandi og rafmagnshjólum og hverslags farskjótum öðrum en bílum. Og mér finnst það slæmt og ég hef áhyggjur af því og af því að við munum, það eru svona, hvað maður segja, skipulagsslys sem geta gerst bara vegna yfirsjóna bæði skuggavarp, vindgöng sem geta myndast og annað, sérstaklega þegar það verður að byggja svona þétt. Og ég vil bara til að minna bæjarfulltrúa og kollega mína hér á til dæmis Auststræti sem átti að verða svona yndisleg göngugata á sínum tíma og er svona ekkert annað en bara skuggastígur þar sem enginn vill vera. Og ég vil alls ekki sjá þennan fallega miðbæ breytast í einhvern drauga skugga vindgangabæ. Þannig að ég tek undir með kollega mínum Arnar Freyr að hér þurfum við virkilega að vanda okkur. Og við þurfum að mæla allt og útfæra allt mjög vandlega til þess að miðbæinn verði íbúum og gestum ábyrgð til gleði og ánægju. Takk. Takk fyrir Álfheiður og þá hefur næstu beðið orðið Björgvin G. Sigurðsson, varafulltrúi S-lista. Já, forseti og bæjarfulltrúar og aðrir sem að tilheyra. Það var einmitt töluvert rætt það í nefndinni að það væri mikilvægt að þetta færi í lýðræðislegt ferli þegar að því kæmi. Þetta markaði tilkoma miðbæjarins mikil hér í sveitarfélaginu og þetta á Suðurlandi öllum. Glæsileg framkvæmd sem að vakið mikla hrifningu og skipt miklu máli í bæjarlífinu.
og ekkert óeðlilegt að jafn stór framkvæmd sem að upphaflega var 3-4 áfangar taki breytingum í ferlinu og þessi hugmynd sem að hér eða þessi útfærsla sem hér ræður kom á haustdögum inn í skipulags- og byggingarnefnd sem fyrirspurn breytingu á deiliskipulagi var ekki og það kemur aftur inn svona og Arnar kom með mikilvæga spurningu áðan auðvitað sem að þarf að liggja fyrir en að öðru leyti þá skipti miklu máli sérstaklega í ljósi sögunar að miðbæjarhugmyndin fór á sínum tíma í íbúakosningu eftir þann aðdraganda sem að allir þekkja til og var held ég upp á staðið hið heppilegasta mál að fá þann byr í seglum sem að íbúakosning svo sannarlega gefur þegar að ekki síst að niðurstaðan jafn afdráttarlaus og reyndin var að þegar að jafn veruleg breyting, hér erum við að tala verulega breytingu á þeirri hugmyndir að ræða, þá mjög mikilvægt að það fari aftur í einhvers konar íbúakosningu, hvernig sem hún útfærð. Það var rætt það í nefndinni að það væru komnir alltaf fleiri og fleiri möguleikar á því að framkvæma kosninguna rafrænt og miklu mun ódýrara heldur en að standa hefðbundinni kosningu, íbúakosningu gegnum rafrænt skilríki og svo framvegis sem rækilega auglýst þar sem að auglýst opnunartími þar sem fólk sem á í vandræðum með að eða ekki fljúgandi fært í tækninni geti komið og kosið með aðstoð starfsmanna sveitarfélagsins. Þannig að útfærslan og þannig staðið að kosningunni að það ætti enginn að þurfa að hætta við að taka þátt í henni út af einhverjum tæknilegum örðugleikum. Það væri alltaf geirinn eftir allir þeir sem að hefði ekki rafrænt skilríki eða treystu sér ekki til að kjósa í gegnum þetta ferli, getur komið á einhvers konar kjörstað og gert það í aðdraganda kosningar. Þetta var rætt með þessum hætti á nefndinni, þetta er útfæri allt saman þegar að því kemur. En ég fagna því að það er almennur stuðningur við það að fara með þetta í lýðræðislegt ferli þegar að því kemur og þetta heilmikið ferli framundan. Við búið að komi ýmsar umsagnir og ábendingar og þetta verið rökrætt fram og tilbaka. En það er mjög mikilvægt að þegar að í stykkisins kemur og upp í staði þá verði íbúarnir sem hafi síðasta orðið og útfærslan á kosningunni verði þannig að það hafi yfir alla vafa að allir hafi jafnan og góðan aðgang að henni. Þakka þér fyrir Björgvin, þá var það Sveinn Ægir Birgisson til lista. Já, forseti, bæjarfulltrúar og þeirra gestir. Já, ég algjörlega sammála þeim bæjarfulltrúarnir komið hér í pontu. Ég er vanda til verka en þetta er stórt mál, ekki bara fyrir íbúa hér á Selfossi eða í Árborg, heldur Suðurlandið öllu og landinu öllu. Við þurfum að vanda vel til verka og burt sér frá kannski því skipulagi sem var, eða í gildi, réttar sagt. Þá margt jákvætt í þessu nýja sem við erum að fara að auglýsa hér og líka margt sem ég kannski sjálfum persónulega myndi vilja sleppa síður. Ætla svo sem við getum uppljóstrað það hér í pontu hvað það er. En ég vil bara hvetja alla íbúa í sveitarfélaginu og ég hef svo sem litlar áhyggjur af því að það er mikill áhugi fyrir þessu verkefni meðal allra íbúa saman hvaða aldur það er og að skoða þetta mál, skoða skipulagið vel, kynnast mál vel, koma með athugasemdir þótt það séu smáar, stórar eða fyrirspurnir jafnvel. Og ég veit að við öll hér erum tilbúin að taka við jafnvel öllum og aðstoða við að senda inn formlega inn athugasemdir og beiðnir og af því betur sjá augu en auga og með þessu náum við kannski enn betur. Þetta mál hefur náttúrulega þróast frá öllum, frá fyrstu tillögu sem kom 2014 eða 16, ég man ekki hvað ár það var
og maður hefur sjálfur bara endalaust á hringi en þetta er alltaf að koma betur og betur. Og ég fagnaði líka að við verðum láta virka lýðræðið og hvort það verður íbúa kosning eða könnun sem við förum hér í áður en við samþykkjum skipulagið, en mig langar kannski að varpa upp þeirri hugmynd. Ég veit ekkert hvort það sé lagagrundvöllur fyrir henni, en hvort það ætti að kanna möguleikann að leyfa jafnvel yngra fólki að taka þátt en 18 ára í þessu. Ég veit alveg að það eru fordæmi að 16 ára og svo sem önnur dæmi að taka þátt í einhverjum svona íbúakosningu. Hvort það sé lagagrundvöllur fyrir því, ég bara þekki það ekki. Þurfti náttúrulega að kanna það. Ef þetta væri kannski á netinu þá náttúrulega ekki margir undir 16 ára endilega með rafræn skilríki. En við myndum kanna þetta út að þetta er mikið áhugamál hjá öllum, bæði ungum sem öldnum, og þetta er líka náttúrulega stórt framtíðarmál sem skiptir æskuna miklu máli einnig sem okkur. Já, þakka þér fyrir þessi nægir. Það voru Álfheiður Einarsdóttir álitstarbeðum og Já, takk forseti, bæjarfulltrúar og kæru íbúar og aðrir þeir sem eru að fylgjast með fundinum. Við erum að ræða bæ Selfoss eða breyting á deiliskipulagi. Langaði bara til að skýra aðeins afstöðuna varðandi þetta aukna byggingamagn og áhyggjur mínar af því að þetta er kannski aðeins og þröngt að lofta ekki alveg að vel gesti miðbæjarins eða húsin þar. Og ég hefði gjarnan viljað sjá í fylgigögnum með fundabúðinu þessar ábendingar frá eldvarnaeftirlitum sem mig grunar að séu kannski á einhverjum svona svipuðum slóðum og mínar áhyggjur eru. Það hefði verið mjög gott fyrir mig sem bæjarfulltrúa að fá að skoða þær og það hefði fylgt með. Svo er það hitt málið varðandi rafræna íbúakosningu eða rafræna íbúakönnun að það hefur í raun og veru ekki fengist nein viðunandi lausn varðandi rafræna íbúakosningu og það er þar helst til að telja að þegar hefðbundna kosningu að ræða að þá ertu einn í bátnum. Það sér enginn hvað þú ert að gera. Ef þetta er rafræn kosning og þú notar til dæmis að rafræna skilríki eða ATM eins og ég gerir í Sviss, þegar þú notar hraðbankana þar, ég ætla að sýna þjóðaratkvæðagreiðslu, þá getur einhver staðið við þér og sagt þér fyrir verkum. Og það hefur verið megin hindrunin í því að rafrænum kosningum hefur verið komið á. Meira að segja í Bandaríkjunum, þar sem að rafrænar kosningar fara fram, þá er samt sem áður kjörklefi. Þú ert einsamall með vélinni sem þú kýst á. Það er það einu. Og þetta er hættan við rafrænar íbúakosningar að við höfum bara enga góða lausn á þeim. Við höfum ekki ennþá góða lausn á rafrænum kosningum þannig að þær séu alveg öruggar. Einmitt vegna þess að það getur bara einhver staðið yfir þér og sagt hvernig þú átt að kjósa. Þannig að ég held að við ætlum að hugsa þetta mjög vel hvort þetta sé af því að það er bara allt annað að vera með rafræna íbú. Ég myndi ekki einu sinni tala rafræna íbúakosningu og heldur bara könnun. Þú veist, eða almennilega bara íbúakosningu málum. Þannig að bara til þess að skýra þetta frekar, hvar munurinn liggur og að ég sem pírati í raun og veru að upplægi öll fyrir upplýsingatækni, nýtatækni og allt það er bara mjög meðvituð öryggismál og við erum bara ekki komin með nógu góðar lausnir enn sem komið er til þess að tryggja rafrænar kosningar. Það er bara þannig. Takk. Takk fyrir Álfheiður. Þá er Arnar Freyr Ólafsson byrjista. Já, virðulegur forseti, fulltrúar og aðrir tilheyrendur. Aðeins að koma inn á það sem að Arna spurði hér áðan. Það var varðandi landið sem að ræðir.
og hvort að það sé komin einhvers konar samkomulag eða samningur og það er kannski rétt að gera grein fyrir því að á fyrsta fundi sem að starfshópurinn kom saman að þá óskaði undirritaður eða ég eftir því að það væri lagt fram einhvers konar arðsemismat á breytingum. Það er að segja hver er arðsemi uppbyggingu miðbæjarins fyrir breytingu og eftir breytingu. Og mismuninn má áætla að einhverju leyti og þá er jafnframt komin áætlun á verðmiða á því landi sem að sveitarfélagið leggur til, ekki satt. Þannig að þegar þarna í upphafi, þetta fór í umræðu þarna inn í starfshópnum, að þá í rauninni var ekki búið að telja út hversu marga fermetra bærinn var að leggja til, en ég ger nú ráð fyrir því að það sé komið bara á hreint núna og við ættum að geta nákvæmlega sagt til hversu mikið sveitarfélagið er að leggja til í þetta verkefni og þessa breytingu og ég það bara árétta það hér í bæjarstjórn. Við köllum eftir því að sjá hver breyting á arðseminni er. Ég gerir ráð fyrir því að þegar lögð er fram breytingartillaga, það er ekki til þess að hagnast minna þegar einkaaðili á í hlut. Ég gerir ráð fyrir því að það sé til þess að hagnast meira. Og þá getum við sem bæjarfulltrúar staðið vörð verðmæti bæjarbúa og kalla eftir því að fá greitt samkvæmt því sem eðlilegt getur talist. Þannig að það er allavega afstaða okkar í Framsókn í þessum máli. Takk. Þakka fyrir Arnar Freyr. Þá var það Halla María Pálsdóttir, bæjarritari og staðgengill bæjarstjóra sem ætlar að tjá sig. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, til þess að koma þess inn á þetta varðandi kosningu eða ráðgefandi könnun, þá fjallar skipulagsnefndin það að það eigi að fara í íbúakosningu og í raun íbúakosning samkvæmt sveitarstjórnarlögum er ill framkvæmanleg í dag því það er ekki komin reglugerð um hvernig eigi að framkvæma hana. Og þannig að það er verið að leggja til hér að það verði farið í ráðgefandi álit sem verður auðvitað komið undir bæjarstjórn að ákveða hvernig verður farið með. En það verður þá gert í gegnum Betri Árborg og þá var hægt að skoða hvort að það geti einhverju sem eru yngri en 18 ára tekið þátt ef við erum með rafræn skilríki. Þannig að þarna liggur munurinn. Það er ekki verið við erum að taka af allan vafa það. Það er ekki verið að fara í íbúakosningu samkvæmt sveitarstjórnarlögum. Þakka fyrir Helga María, þá er Bragi Bjarnason Délista. Forseti bæjarfulltrúar tilhöfundur. Já, til að skýra kannski að þegar við erum að ræða þessa deiliskipulagstillögu sem hefur farið við ræðum bæði til kynningar núna fyrir okkur og þetta myndi. Þá erum við í rauninni með, þegar samráðshópurinn er að vinna í rauninni að samkomulaginu, að hvernig er unnið þessu, hann hefur unnið að tímalínunni og hluta þeirri tímalínu var akkurat til þess að vinna ferlið að koma þessu auglýsingu, fá í rauninni einu athugasemdir og í því ferli það sem er unnið samkomulag. En með því að samþykkja að auglýsa deiliskipulagið erum við í rauninni að samþykkja vilyrði fyrir þessu. En við þurfum að gera klára samkomulag það og það samkomulag og að það fylgir því stendur náttúrulega ferli líka með þessari ráðgefandi íbúakönnu. Því að við viljum spyrja íbúana, við viljum að þeir hafi eitthvað þetta, eða hafi bara allt þetta að segja. Þeir kusu í rauninni fyrra deiliskipulag og okkur finnst í rauninni að íbúar eigi að fá að segja sitt þetta. Þar alveg er það einmitt okkar og það er hluta því sem samráðshópurinn er að gera líka. Það er að stilla upp og leggja það fyrir bæjarstjórn. Svona viljum við setja þetta upp, svona viljum við setja upp könnunina og þá í rauninni leikreglurnar og tímalínulegt klár og liggur bara fyrir. Þannig að hluta þetta einmitt og þetta verður tekið fyrir í samráðshópurinn sem fundar í næstu viku líka. En það er alveg skýrsturinn með því að samþykkja í rauninni að auglýsa deiliskipulag erum við samþykkjulega þetta vilyrði fyrir því þetta verður allt í gegn og allt hitt náist í gegn því annars fellur deiliskipulag eða er það ekki samþykkt á endanum ef það lægi ekki fyrir.
Þakka fyrir Bragi og Arna Ýr Gunnarsdóttir Hestlistafræðum orðið. Forseti, nei, í alvöru talað, þetta getur ekki verið vönduð stjórnsýsla. Sko, við getum ekki farið að setja deiliskipulag út í kynningu fyrir íbúana þar sem að við höfum ekki eins og úthlutað öllu landinu til þeirra sem að ætla að fara til einkaaðilanna sem ætla að fara að byggja upp. Þetta getur ekki verið eðlileg vinnubrögð. Þetta bara ekki í lagi. Ég meina, þú veist, það verður að ganga jafnt yfir alla. Við verðum að úthluta lóðan. Við verðum að úthluta landi sveitarfélags. Við verðum þá að byrja á því að veita vilyrði fyrir þessum lóðum áður en við auglýsum deiliskipulag. Þetta getur ekki verið í lagi, í alvöru tala. Þetta getur ekki verið stjórnsýsla sem er í lagi. Þetta bara er alveg rosalega skrítið vinnubrögð. Ég meina, allir við þá bara að segja íbúanum að þetta sé þessi deiliskipulag en það er samt þannig að þeir eru nú alltaf búin að fá lóðum út. Þetta er alltaf ekki heiðarleg kostnað eða heiðarleg könnun hjá fólki af því að þetta er út fyrir byggingarreitin. Þetta er út fyrir það svæði sem var hugsað fyrir miðbæinn. Það er allir sem vita það hér inni, en íbúarnir vita það ekki og miðað við hvernig kynningunni hefur verið háttað í gegnum tíðina, þá á ég erfitt með að sjá að það komist til skil. Og mér finnst ekki eðlilegt. Ég meina, hvað skilaboð erum við að gefa öðrum framkvæmdaraðilum í sveitarfélaginu? Ef að næst þegar einhverjir vilja bara fara að skipuleggja eitthvað land sveitarfélagsins, bara einhverjir duglegir menn verður það bara í boði fyrir fólk. Þeir duglega framkvæmdaraðilar okkur, þeir bara lagt fram deiliskipulag á okkur landi sem sveitarfélagið á og þeir hafa fengið að úthluta. Sko, ég legg nú til að við gerum þetta í réttri röð. Það getur ekki verið svo mikill opáslegu flýtir að verði ekki hægt að taka það fyrir fljótlega í bæjarapparatinu að úthluta þessu viðbótarlandi ef það er svona, ef að það er eitthvað sem að sveitarfélaginu hugnast og síðan þá býði þetta í hálfa mánuði eða 2 til 4 vikur. Það er að segja að ákveða að auglýsa þetta deiliskipulag. Það er mín tillaga að við býðum með þetta og það verði fundin út leið til þess að afgreiða úthlutun þessara lóða eða vilyrði fyrir þessum lóðum eða hvernig á að standa því. Takk. Þakka fyrir Arna. Þá ætlar forseti aðeins að víkja úr stóru sínum og biðja Brynhildi Jónsdóttur að taka við sem forseta. Já, takk fyrir það. Við erum að ræða 11. lið. Það er Miðbær Selfoss breytingar deiliskipulagi 2023 og Kjartan Björnsson bæjarfulltrúi. Biðjum orðið. Forseti bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Við erum að ræða breytingar hér á deiliskipulagi miðbæjarins og það er nú flestum kunnugt að ég hef verið stuðningsmaður þeirrar uppbyggingar svo að segja frá byrjun með örlitlum undantekningum sem að hluta til var komið til móts við, það er að segja þær athugasemdir sem ég hafði við þar á sínum tíma. Og síðan þegar að, eins og við sjáum glöggt á þeim uppdrætti sem að fylgir þarna, þá örlitlar breytingar að ræða og lengra seilst inn í Sigtúnsgarðinn og aðeins þrengt að skálinni sem er að vísu alveg færanleg, það má færa hana til og auðvitað erum við náttúrulega í sjálfum sér búin að breyta í grunninum. Það var samkeppni hönnun Sigtúnsgarðs á sínum tíma og í raun og veru þú flesta þær tillögur hluta til í uppnám komnar í sjálfum sér, allavega mikla breytingar varðandi
eftir það steilskipulag sem samþykkt var þegar miðbærinn hóf sína uppbyggingu. Ég dreg nú ekkert að teka undir með Álfheiði Einarsdóttur það að þetta auðvitað gríðarleg lyftistöng fyrir svæðið allt, fyrir Suðurland allt og eins og Björgvin kom réttilega inn á líka. Svo eftir er tekið og margar hrakspár þarna sem hafa verið hraktar því að það voru margir arkitektar og margir sérfræðingar í hönnun og skipulagi sem að gáfu þessu algjöra fallengun á fyrstu metrunum en það var nú svona margir komið tilbaka og bakkað en það var nú ekki það sem ég ætla að fara yfir en nú gerist það að fulltrúar Sigtúns þróunarfélags höfðu áhuga á að breyta deiliskipulaginu og taka sýningarhúsið stóra út. Það var dýr framkvæmd og þeir töldu það grundvöll að hafa aðdrátt í miðbæinn með því stóra húsi sem hefði að mörgu leyti inniborið afskaplega magnaða starfsemi eins og það var lagt upp á þeim tíma. En það er dýrt hús og þeir sjá það að miðbærinn er þegar að skapa gríðarlega mikinn aðdrátt og þannig að það eru gerðar þarna tillögur að breytingu og þeir eru nú frekar klókir finnst mér því að þeir setja þarna upp hús sem er með gríðarlegt tilbyggingarlegt gildi í það minnsta fyrir íbúar sem hafa búið hér lengi, gamla Selfossbíó sjálfa, setja það þarna á besta stað frá þeim séð og það blasir auðvitað við fólki í Sigtúnsgarði að þarna er Selfossbíó, eins og aðeins og í skáp svona en það sem ég kannski vildi sagt hafa með þessum orðum mínu hér er það að mér finnst vera svona kannski seilst aðeins lengra inn í garðinu. Ég er fremur skeptískur á það að fara inn í hann. Fyrir því eru þetta fjöldamörg rök. En ég ætla hins vegar ekki að hafa þetta neina stóra dóma núna. Ég finnst það eðlilegt að við bara ræðum þetta gagnrýnið. Ég tel að það sé í raun og veru ekki Arna Ýr myndist á það hér að hvort þetta væri stjórnsýslulega rétt að fara þessa röðin í það. Ég hef hvorki lögfræðilega þekkingu eða annað slíkt á þessu. Mörgu leyti hefði það getur verið skynsamlegt að vera búin að ganga frá landamálum, kaupverði og öðru slíku áður en að áfram í gengi með málið. En svo á móti má segja að deiliskipulagi yrði ekki samþykkt að lokum að þá væri búin að gera samkomulag ekkert. Þannig að það er kannski spurning einhverja röðun í þessu, það er hægt að takast á það, geta alveg tekið undir það, en það sem ég finnst vera núna er það að við vöndum okkur alveg gríðarlega vel og mikið í þessu máli. Því þetta er svona seinni hlutin í þessu, það eru margir auðvitað farin að bíða eftir því að þetta skipulag haldi áfram, því þetta er auðvitað sár á miðsvæðinu að hafa þetta svona og kannski lítur það nú sérstaklega línunni við Eyrarveginn. Það sem að ég hygg nú að þeir myndir nú byrja að sé hafa einhverja staðfestu frá þeim það að þeir myndir byrja þar kannski fyrst og klára það í samræmi við og síðan við bílastæðahúsið og þar. En gott og vel, mínar athugasemdir eru það að mér finnst þetta svona kannski vera komið bara að þrengja svolítið. Það er svona bara mín innsta sannfæring, ég ætla ekki að hafa þetta neina stærri tóma núna, ég tel eðlilegt að það er búið að kynna þetta svona frumkynna fyrir íbúunum með mjög glæsilegum hætti og allt það og íbúarnir eru búin að svona byrja að mynda sér skoðanir þetta og allt slíkt. En við þurfum að vanda okkur í þessu ferli mjög verulega og ég tel að það sé eðlilegt og algjört lykilatriði finnst mér að íbúarnir sé að klára þetta. Við hljótum að finna á tæknitímum og ég veit að bæjarfulltrúi Álfheiður Einarsdóttir sem sagði nú í svona neðanmáls eða í bakhluta sína ræðu hér áðan að hann væri nú pírati og þeir hafa nú trúað mjög mikið á þetta tæknifrelsi allamann og við hljótum að finna lausnir, Álfheiður, ég trúi ekki öðru en að það sé hægt að gera hér ráðgefandi könnun á þess að kosta til 20 milljóna í hefðbundna gamaldags kostingu. En við hljótum að finna lausn á því. En lykilatriði er að íbúarnir séu vel upplýstir, bæjarfulltrúar geti tekið hér upplýsta afstöðu í þessu máli því að þetta er á margan hátt mjög glæsilegt. Ég ætla bara ekki að draga neitt og það er skemmtilegi þarna göngustígarnir og tengingin við Sigtúnsgarð
og það er margt mjög flott í þessu, það er engin spurning, en svona, ég staldra aðeins við hversu langt þetta er komið inn í stjórnarskránni. Ég verð bara að fá að segja mína skoðun í þeim efnum. En við sjáum til, það er svolítið vatn sem á okkur rennandi sjávar án að þetta gengur, en að svo mættu þakka ég nú fyrir. Já, takk fyrir þetta, Kjartan. Fyrir að taka við stjórn aftur. Þakka fyrir Brynhildur fyrir þessa aflýsingu og þá tekur forseti aftur við hér. Eru fleiri sem viltu tjá sig þetta? Ef svo er ekki, þennan 11. lið á dagskránni miðbæ Selfoss og breytingar á þessu deiliskipulagi og þannig verið að leggja til að íbúum verið gefin kostur á að koma sjónarmiðum á framfæri og það er verið að leggja til að bæjarstjórn Árborgar samþykki þessa breytingu á deiliskipulagi samræmi við 1. málsgrein 43. grein og tillagan verið auglýst í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og felur skipulagsfulltrúa að auglýsa tillögunni í samræmi við 41. grein sömu laga. Bæjarstjórn gerir hér fyrirvara það að koma verið til móts við umsókn og ábendingar eldvarnar eftirlits ánlýsinga. Þannig að ég legg þetta svona til atkvæða að setja þessa deiliskipulagstillögur í auglýsingu. Þeir sem eru því samþykkir vinsamlegast gefið merki. Já, það er sem sagt stendur hér í lok þessa máls eftir það samráð sem hér hafa farið fram. Lagt er til við bæjarstjórn Árborgar að samþykki breytingar og deiliskipulagi í samræmi við 1. málsgrein 43. greinar og tillagan verði auglýst í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og felur skipulagsfulltrúa að auglýsa tillögun í samræmi við 41. grein sömu laga. Augnablikið að gera örstutt fundar. Örstutt hér.
Jæja, þá ætlum við að halda áfram bæjarstjórnarfundinum fyrir örstuð hlé. Við tókum hlé vegna þess að það stakk aðeins orðalag þessi stýrifundinum forseta að færi ekki alveg saman og það hefur verið skoðaðar eldri tillögur framkvæmd á samþykktum nefnda og sem hafa síðan verið sent í auglýsingu. Efnislega er þetta algjörlega sama orðalag. Þannig að það er raun og veru engin breyting á því, en það er sem sagt eins og skipulagsnefnd leggur þetta upp við bæjarstjórn. Það er síðan okkar að afgreiða það hér og greiðum það atkvæði og síðan í framhaldinu eins og var hér lýst áðan að það yrði ráðgefandi íbúakönnun og málið kynnt íbúum, sett í auglýsingu og síðan í framhaldinu afgreitt endanlega í bæjarstjórn Árborgar þegar að allur svo ferill er búinn. Síðan aftur með ákveðna framkvæmd, og ég ætla ekki að fara út í neinn smáatriði hér, en ákveðna framkvæmd varðandi snertifleti á framkvæmdaraðila, að það er eitthvað sem að bæjarstjórn þarf síðan að vinna úr, hefur komið hér fram. Þannig að ég ætla að leggja hér málið fyrir eins og það hljómar hér frá skipulagsnefndinni. Álfheiður. Já, ég ætla bara að koma með breytingartillögu að rafræn íbúakosning yrði breytt í rafræna íbúakönnun Já, í tillögu. akkurat. Þá bara byrjum við á því hvort að því það kemur hér fram í þessum texta, við erum að tala ráðgefandi könnun í stað kosningar og hvort að bæjarfulltrúar samþykki þá orðalagsbreytingu, þeir sem eru því samþykkir finnst að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða og þá er niðurstaða tillögunnar svona sem ég legg til við bæjarstjórn Árborgar. Lagt er til að bæjarstjórn Árborgar samþykki breytingu á deiliskipulagi í samræmi við 1. málsgrein 43. greinar og að tillagan verði auglýst í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og felur í framhaldinu skipulagsfulltrúa að auglýsa tillöguna í samræmi við 41. grein sömu laga. Bæjarstjórn gerir síðan fyrirvara að komið verði til móts við umsókn og ábendingar eldvallareftirlits Árnessýslu dagsett 16. janúar 2023. Síðan fylgir þessari sömu tillögu lagt er til að íbúum verði gefinn kostur á að koma sjónarmiðum sínum deiliskipulagstillöguna á framfæri í ráðgefandi könnun meðal íbúa í gegnum vefinn Betri Árborg. Þeir sem eru þessi samþykkir vinsamlegast gefi merki. Það er einhver á móti. Það er samþykkt með 6 atkvæðum bæjarfulltrúa B-lista, 1 atkvæði S-lista, 1 atkvæði A-lista og 2 atkvæðum B-lista og 1 bæjarfulltrúi S-lista sem er hjá Arnari. Þá er þetta... Óskar að gera grein fyrir atkvæðin? Já. Arna Ýr Gunnarsdóttir S-lista og Óskar að gera grein fyrir sínu atkvæði. Það er hjásögn. Já, hjásögn. Forseti, já, það er nú bara af prinsip ástæðum sem ég sitt hjá við afgreiðslu og auglýsingu á þessu deiliskipulagi. Í grunninn er ég ekki á móti skipulaginu sem slíku. Ég er sjálfsagt að það fari auglýsingu og eins og eðlilegt er með deiliskipulag, en mér finnst við bara ekki vera að gera þetta í réttri röð og það hefði ekki skipt neinu máli þó að það hefði verið, þó að við hefðum gert reynt fyrir okkar dyrum og úthlutað formlega þessu viðbóta landi sem er undir í þessu deiliskipulagi sem er í eigu sveitarfélagsins. Þannig að það er ástæðan fyrir því. Ég hefði viljað að það hefði verið klárað, það hefði getað tekið 2-4 vikur og svo hefði við sett deiliskipulagi. Það er bara mín bjargfasta trú á hvernig er rétt að vinna samkvæmt stjórnsýslulögum. Þannig að ég er með smá bókun undir þetta sýtti hjá við afgreiðslu á auglýsingar deiliskipulagi
þar sem ekki hefur verið gert samkomulag eða undirrituð viljayfirlýsing úthlutun á því viðbótarlandi sveitarfélagsins sem undir í deiliskipulag sem hefur verið að samþykkt á Suðurnesjum. Takk. Takk fyrir þetta, Erna. Þú kemur þessu til starfsmannafundarins og þá gangum við til 12. liðar og dagskrá bæjarstjórnar Árborgar. Það er deiliskipulagsbreyting Árbakki, tillaga frá 15. fundi skipulags- og byggingarnefndar frá 16. janúar, liður 5, Árbakki. Mál áður til meðferðar síðla árs 2021 og snemma árs 2022. Batteríið arkitektar leggja fram tillögu að breyting á gildandi deiliskipulag íbúðabyggðar í landi Árbakka í sveitarfélaginu Árborg. Gildandi deiliskipulag er frá árinu 2007 og breytt árið 2008. Í gildandi hluti deiliskipulagsins Árbakki í landi Laugardæla sem samþykkt var í bæjarstjórn Árborgar 24. maí 2007. Megin hluta ofangreinds deiliskipulags var breytt með deiliskipulaginu Laugardælir Árborg, samþykkt í bæjarstjórn Árborgar 24. júní 2008. Gert er ráð fyrir að nýtt deiliskipulag taki yfir báðar þessar eldri deiliskipulagsáætlanir og munu þær falla úr gildi. Svæðið sem ræðir liggur norðvestan byggðar á Selfossi meðfram Ölfusá. Svæðið markast af Ölfusá til vesturs, atvinnuhúsa og íbúðabyggðar til suðurs. Útivistarsvæði og fyrirhuguð vegstæði fyrir þjóðveg til norðausturs. Aðkomur á svæðinu eru frá Árvegi að vestanverðu og frá Laugardælavegi að austanverðu. Svæðið er að mestu flatlent en hallar lítillega til norðurs í átt að Ölfusá. Víðsýnt er frá svæðinu yfir Ölfusá og Ingólfsfjall. Svæðið er í dag grassvæði með lágum trjágróðri næst byggðinni, stutt er í útivistarsvæði við Ölfusá og golfvöllinn á Svarfhóli. Tillagan er sú sem liggur fyrir hefur breyst frá árinu 2022 eftir að hafa verið auglýst í samræmi við skipulagslög nr. 123/2020 og bárust athugasemdir af hálfu Skipulagsstofnunar meðal annars að auglýsa skuli tillögu að nýju. Breytingartillagan nú er í samræmi við gildandi aðalskipulag Árborgar 2020 til 2036. Felldar hafa verið út hugmyndir allt að 6 hæða hús nyrst á svæðinu og einnig felldir út bílakjallara. Þá hafa verið sett inn ákvæði áfangaskiptingu og uppbyggingar á svæðinu. Deiliskipulagssvæðið tekur til 20 hektara svæðis. Í nýrri tillögu að breytingu er gert ráð fyrir það bil 550 íbúðum sem fjölgun upp á 263 íbúðir frá gildandi deiliskipulagi. Þær skiptast í grófum dráttum þannig að tæplega 20% íbúðanna verði í sérbýli og rúmlega 80% íbúðanna verði í fjölbýlishúsum. Gert er ráð fyrir íbúðabyggð með almennum íbúðum, það er íbúðir í fjölbýlishúsum, raðhúsum, parhúsum og einbýlishúsum. Einnig er gert ráð fyrir lóð undir leikskóla. Skipulagsnefnd samþykkti breytingu á deiliskipulagi í samræmi við 1. málsgrein 43. greinar og að tillagan verði auglýst í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og mælist til við bæjarstjórn Árborgar að hún samþykki tillöguna og feli síðan skipulagsfulltrúa að auglýsa tillöguna í samræmi við 41. grein sömu laga. Þess vilja tjá við að gefa merki Arnar Freyr Ólafsson B-lista. Það verður forseti, það er fulltrúar og aðrir tilheyrendur. Hérna er náttúrulega verið að ráðast aftur í deiliskipulag til stækkunar og fjölgunar á íbúðum og íbúum. Og þá fer maður að velta fyrir sér, það hefur verið rætt innviðagjald samhliða því sem að verktakar og aðrir framkvæmdaraðilar ættu í rauninni að greiða til sveitarfélagsins og til þess að sveitarfélagar hafi tök á að byggja upp innviði í takti við íbúðafjölgun og íbúafjölgun. Það er gert ráð fyrir í rauninni leikskóla inn á svæðinu. Þetta er fyrir 550 íbúðir, þannig að ég veit ekki hver nákvæm áætlun er á íbúðafjölda en það er sjálfsagt tiltekið ykkur stað, það verður fram hjá mér. En ég bara beini því bara til fyrirspurn til meðhlutar, hvaða
og ef einhver áætlun hefur verið lögð fram innviðagerð samhliða þessari uppbyggingu, þess sem verður virkjað. Það væri bara áhugavert að fá að vita það og sjá. Ég er rauninni í sjálfu sér mjög áfram það að það sé haldið áfram að byggja í Árborg og það er í rauninni alveg skýr afstaða okkar og ég held að þetta verði fyrir bekkjarmál en núna hafa verið lagðar fram í rauninni hefur verið lagður fram vilji meirihlutans innheimtu á þessu innviðagjaldi, þannig að nú vil ég fá að heyra hvaða hugmyndir meirihlutin hefur með það. Takk. Takk fyrir þetta Arnar Freyr og þá höfum við Norður Bragi Bjarnason Gill. Forseti bæjarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Já, við erum með stór deiliskipulag til umræðu þetta í dag og þetta er í rauninni deiliskipulag sem kemur fram í kynningunni sem fór í gegnum kerfið okkur síðasta vetur að stjórnum þó að það hafi verið breytt örlítið síðan þá, en kannski til að svara Arnar strax því að við erum deilum þeirri skoðun þar sem við erum að tala svona innviðarsamninga eða innviðargjöld eða svona hvaða nafn sem menn vilja hafa á því, en þetta deiliskipulag Sveitarfélag Árborg er búið að gera samning við þessa aðila uppbygginguna á þessu svæði. Það var gert árið 2020 ef mig minnir rétt. Voru 3 einkalönd sem voru sambærilegir, þannig að sveitarfélagið er í rauninni með, það er gildandi samningur þessa framkvæmd og hvernig þessa eðlisumlega. Þó að deiliskipulagið sé að breytast þá hefur það ekki áhrif á samningi sem slíkt. Þó að maður þegi vildi því að við deilum öll þeirri skoðun að við viljum að íbúðahverfi í svona uppbyggingu skili meira til samfélagsins. En ég held að það var mjög vel lýst í hverju breytingar það fela í sig. Elsta deiliskipulag er frá 2008 og þegar það talaði þessa fjölgu þá er rauninni verið að tala deiliskipulagið frá 2008 en ekki það sem var í gangi í síðasta vetur. Þannig að það er rauninni sami íbúðafjöldi og var í gangi þá. Þannig að það er athugasemdir sem Skipulagsstofnun hefur sett út á og annað, það er þá búið að koma til móts við þær allar. Takk fyrir. Takk fyrir Bragi. Það eru fleiri sem vilja tjá sig í fyrsta liðinu á dagskrá fundarins deiliskipulagsbreytingu á Árbakka og ef svo er ekki þá göngum við til atkvæða þeir sem eru samþykkir þessari tillögu vinsælt að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá göngum við til 13. liðar á dagskrá fundarins sem er umsókn byggingaráform og byggingarleyfi við Eyrargötu 15. Tillaga frá 15. fundi skipulags- og byggingarnefndar frá 16. janúar. Liður 6. Umsókn byggingaráform og byggingarleyfi. Mál áður á dagskrá skipulags- og byggingarnefndar frá 12.12.2022. Máli vísað til skipulags- og byggingarnefndar frá afgreiðslufundi byggingarfulltrúa dagsettum 30.11.2022. Brynhildur Sólveigardóttir hönnuður fyrir hönd Trausta Þórs Sverrissonar sækir leyfi til að byggja einbýlishús á Eyrargötu 15. Helstu stærðir eru 226 fermetrar og 78,2 fermetrar. Nei, hvað er þetta? Deiliskipulag liggur ekki fyrir. Skipulags- og byggingarnefnd gerði ekki athugasemdir við að byggingarfulltrúi gæfi út byggingarleyfi að undangenginni grenndarkynningu í samræmi við 44. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Grenndarkynna skal fyrir eigendum húsa við Eyrargötu 7, 11, 17 og 19. Tillagan hefur verið grenndarkynnt frá 13.12.2022 til 10. janúar á þessu ári. Engar athugasemdir bárust. Skipulags- og byggingarnefnd gerir því ekki athugasemdir við að byggingarfulltrúi gefi út byggingarleyfi og leggur til við bæjarstjórn Árborgar að samþykkja byggingarleyfi. Eru einhverjir sem vilja tjá sig þetta? Ef svo er ekki þá göngum við til atkvæða þeir sem eru samþykkir þessum byggingaráformum og byggingarleyfi vinsælt gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá förum við í skemmtidagskrá fundarins. Það er nr. 14, lántökur 2023. Bæjarstjórn Sveitarfélags Árborgar samþykki hér með að taka lán hjá Lánasjóði Sveitarfélaga OHF fyrir allt að fjárhæð 1.1400 milljónir króna.
til 16 ára í samræmi við skilmála láns til ársins 2039 með föstum verðtryggðum vöxtum eins og þeir verða á þeim tíma er lánið er tekið. Til tryggingar lánunum standa tekjur sveitarfélagsins samanber heimild í 2. málsgrein 68. greinar sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. Er lánið tekið til endurgreiðslu á eldri lánum og til að fjármagna framkvæmdir samkvæmt fjárhagsáætlun ársins 2021, samanber 3. grein laga um stofnun opinbers hlutafélags lánasjóð sveitarfélags, nr. 150/2006. Jafnframt er Fjólu Steindór og Kristinsdóttur bæjarstjóra, kennitala 27.02.72, 58.49, veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd sveitarfélags Árborgar að undirrita lánssamning við Lánasjóð sveitarfélaga OHF samanber framangreint, sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántöku þessari. Ég opna fyrir mælendaskrá. Ef enginn vill tjá sig þá göngum við til atkvæða. Þeir sem eru þessu samþykki vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það 15. liðurinn á dagskránni lántökur 2023, Selfoss veitir. Já, það er búið að vera svo margt í gangi þessu fundi að forseti er svona aðeins fljóthuga hér því að það er undir lok á þessum lið, nr. 15, varðandi lántöku 2023, svohljóðandi texti. Lagt er til að málinu verði frestað til næsta fundar bæjarstjórnar þar sem það þarf að taka máli fyrir í eigna- og veitunefnd sem fer með stjórn Selfoss veitna. Áður en máli kemur til afgreiðslu á fundi bæjarstjórnar Árborgar. Einhverjum sem vilja tjá sig sérstaklega þetta? Þeir sem að samþykkja að fresta málinu til næsta fundar vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Afsakið þetta. Þá er það 16. liður húsnæðismál héraðsfélagsins Árnessýslu. Erindi frá framkvæmdastjórn héraðsnefndar Árnessinga dagsett 16. janúar 2023. Á aukafundi héraðsnefndar Árnessinga byggðarframlags sem haldinn var 10. janúar 2023 var eftirfarandi samþykkt gerð. Aukafundur héraðsnefndar Árnessinga byggðarsamlags haldinn í Ráðhúsi Árborgar 10. janúar 2023 samþykkir að veita framkvæmdastjórn heimild til að bjóða í Hellismýri 8 á Selfossi í samræmi við umræður á fundinum sem undir framtíðarhúsnæði fyrir héraðsfélagsins Árnessinga. Fundurinn samþykkir einnig að ráðist verði í framkvæmdir að Hellismýri 8 til að koma húsum í starfhæft ástand fyrir starfsemi héraðsfélagsins. Sveitarfélögunum 8 verður sett erindi þar sem óskað er eftir samþykki þeirra á kaupunum, framkvæmdum og þeim lánsskuldbindingum sem þeim fylgja. Í framhaldi af aukafundinu funduðu framkvæmdastjórn héraðsnefndar og stjórn héraðsfélagsins til að leggja línurnar með framhaldið. Samkvæmt grófri áætlun forstöðumanns héraðsfélagsins er gert ráð fyrir að kostnaður við að standsetja húsið að Hellismýri sé rétt 30 milljónir. Héraðsnefnd á húseignina Háheiði 9 á Selfossi. Gert er ráð fyrir að sú eign verði seld til að mæta kostnaði við að standsetja Hellismýri 8. Áætlað er að hægt sé að fá 35–38,5 milljón króna fyrir Háheiði 9. Héraðsfélagsins á líka arf frá Helga Ívarssyni heitnum að upphæð 15 milljónir sem getur nýst við að standsetja safnið að Hellismýri. Að framangreindu er ljóst að söluverð á Háheiði 9 og arfurinn frá Helga Ívarssyni á að duga vel fyrir að standsetja húsið Hellismýri 8. Kaupverð á Hellismýri er 194.220.000 og við þá upphæð bætist virðisaukaskattur upphæð 20–22 milljónir króna. Heildarverð er því 216.220.000 miðað við hærri tölu í virðisaukaskattur. Framkvæmdastjórn héraðsnefndar óskar eftir samþykki aðildarsveitarfélaganna vegna kaupa og framkvæmda á Hellismýri 8 og þeim lánaskuldbindingum sem þeim fylgja að hámarki 216.220.000 krónur. Gætt verður að því að taka sem hagstæðasta lán fyrir kaupunum. Ég opna fyrir mælendaskrá fyrir þá sem vilja tjá sig þetta brýna mál og þá kemur Sveinn Ægir Birgisson délista. Þarna áhuga máli. Forseti, já, mér langar bara að fagna því að fólksins fyrir endan vonandi á að
húsnæðisvanda Héraðsskjalasafnsins og bara þakka öllum kjörnum fulltrúum, bæði sem hér sita og í öðrum sveitarstjórnum í Árnessýslu, að þótt að sé stutt frá að það voru kosningar, eða 7-8 mánuðir, þá náðum við að landa þessu. Og ég veit að það var pressa á okkur í Árborgarliðinu að koma með tillögu og við komum með mjög góðan kost og hann var valinn og við byrjum bara vonum að Héraðsskjalasafnið muni flytja sem fyrst í nýtt og glæsilegt húsnæði hér á Selfossi og verði því bara til heilla. Takk. Þakka þér fyrir, Sveinn Ægir. Og ef það er ekki fleiri sem ætla að tjá sig þá göngum við til atkvæða þessi húsnæðiskaup fyrir Héraðsskjalasafnið í Árnessýslu fyrir okkar leyti. Við erum 1 og 8 sveitarfélög sem þurfum að taka þessa ákvörðun. Þeir sem þessu samþykki vinsælast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá ætlar Björgvin G. Sigurðsson, varabæjarfulltrúi S-lista, að víkja fundi. Takk fyrir fundarsetuna. Þá er bara komið að því að fara að kynna hér fundargerðir. Það er 17. liður á dagskránni, það er 7. fundur umhverfisnefndar, haldinn 7. desember 2022. Einhverjum vilja tjá sig um það? Ef svo er ekki, þá förum við í 18. lið. Það er eigna- og veitunefnd, 10. fundur, haldinn 7. desember 2022. Einhverjum sem vilja tjá sig? Ef svo er ekki, þá förum við í 19. lið. Það er skipulags- og byggingarnefnd, 13. fundur, haldinn 12. desember 2022. Einhverjum sem vilja tjá sig um hann? Ef svo er ekki, þá förum við í 20. lið á dagskránni. Það er bæjarráð, 22. fundur, haldinn 15. desember 2022. Einhverjum sem vilja tjá sig um hann? Ef svo er ekki, þá förum við í 21. lið. Það er eigna- og veitunefnd, 11. fundur, haldinn 13. desember 2022. Einhverjum sem vilja tjá sig um hann? Ef svo er ekki, þá förum við í 22. lið á dagskránni, frístunda- og menningarnefnd, 7. fundur, haldinn 13. desember 2022. Einhverjum sem vilja tjá sig um hann? Svo er ekki, þá förum við í 23. lið. Það er félagsmálanefnd, 7. fundur, haldinn 20. desember 2022. Einhverjum sem vilja tjá sig um hann? Svo virðist ekki vera og þá förum við í 24. lið á dagskránni. Það er fræðslunefnd, 7. fundur, haldinn 21. desember 2022. Einhverjum sem vilja tjá sig um hann? Svo er ekki, þá göngum við til síðasta liðar á dagskrá þessa fundar. Það er 25. liðurinn, bæjarráð, 23. fundur, haldinn 5. janúar síðastliðið. Bragi Bjarnason gerist. Forsætisbæjarfulltrúar og aðrir tilnefnendur. Ég kem undir máli 1 á fundi bæjarráðs þar sem var verið að fjalla um viðbrögð við skemmdarverkum á mannvirkjum sveitarfélagsins. Þetta er kannski bara svona rétt til að árita við okkur að bæjarráð setti í farveg að mannvirkjum umhverfisins myndi koma með tillögu að verkferlum vegna skemmdarverka á mannvirkjum, en því miður hefur einu skemmdarverki er alltaf einu of mikið, en því miður hefur verið mikið þetta núna á síðastliðnum mánuðum. Og við vitum að starfsmenn sveitarfélagsins eru að vinna á öllum vígstöðum til að reyna að koma í veg fyrir það, en þetta er náttúrulega bara líka, þetta er ábyrgð okkar sem samfélags, okkar sem foreldra, okkar allar sem einstaklinga, að við séum ekki hvort sem það eru eignir sveitarfélagsins eða annarra. Þannig að maður biðlar eiginlega bara út til okkar, við erum öll vakandi, tölum við bæði börnin okkar, okkar sjálfra, þannig að við náum að pakka þessu svona skemmdarverkum í samfélaginu okkur bara helst niður í 0. Það var svona það sem ég vildi koma upp til. Takk fyrir þetta, Bragi. Eru fleiri sem vilja tjá sig? Og ef svo er ekki, þá er komið að lokum dagskrá þessara fundar og gagnlegar og góðar umræður og ég þakka bæjarfulltrúum fyrir heiðarleg og góð samskipti hér á fundinum og segi þessum 12. fundi bæjarstjórnar Árborgarkjörtímabili 2022 til 2026 slitið.